Krú, eru þið tilbúin núna? Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 10. september. Auðun Blöndal heiti ég og sitt í mínu sæti. En við erum ekki með fullan bát í dag, því að fyrirlið þáttarins staddur á Tenerife með fjölskyldu sinni. En það grjót harður, já, hvað Varamaður. Bara snillingur komin í hans stað. En þetta þýðir að varafyrirlið þáttarins og Vassberi, Steinþór Hróa Steinþórsson fyrirlið í dag. Hvernig ertu, Steinþór? Takk fyrir það, ég fróandi fínn og fyllandi góður í dag. Finnur þú fyrir meiri pressu af því að þú ert fyrirlið núna? Nei, ég get nú ekki sagt það. En ég í miklu stuði. Þú ert í gír? Já, ég í gír. Og ég sérstaklega því að já, Egill stattur á Tenerife. Já. En það rosalegur gestur. Já, ég veit ekki eins og hvort maður kalla hann gestir. Þetta ekki bara einhvern veginn. Hann hluta af fjölskyldunni og já, besti sjöttumærin Sverrir Þór Sverrisson. Hvernig ertu? Ég bara slam dunk on the big punk. Nýkomin af leikúsæðingu. Já. Nýju pratapeysunni sinni. Já, ég var að reyna að finna mér svona, það alltaf ég fróandi fínn og fyllandi og ég hef aldrei verið betri. Já, þú þarft að finna eitthvað betri heldur en slam dunk on the punk. Ég bara slam dunk on the big punk. Ég myndi ekki leifa það væri okkar fyrstu degi. Það bara slam dunk. Ég myndi grípað eftir þennan þátt að segja, herru Sveppi, við verðum að finna eitthvað annað handa. Þetta er svolítið mitt, sko. Mér finnst það gott. Hvernig ertu? Ég bara slam dunk. En hvernig, hvað að frétta á Svepnum? Það var fínt. Landsir, já, ég sá það á Instagraminu að þú varst eitthvað í Ítalíu, fullur þar. Já, fór til Ítalíu, ammali. Hvaða brúðkaup var þetta? Þetta var ekki brúðkaup, þetta var ammali. Þetta var mest random gestir. Ok, ég sá, þú varst þarna. Jökulli Kalljó, Flóni og Birnir. Ég hugsaði bara, hvað ammali þetta? Nei, málið það, Jökull, hann náttúrulega kemur hérna. Hann fyrir öll ammali sem bara á erlendis. Já. Og hann líka svona aðeins inn í vinahópnum. Við erum búin að vera saman að núti og hann og bla bla bla. Og hann þekkir ammalisbarnið og ble. Tók hann sitt eigi rauðin með sér í ammali? Gerði það nú reynda. Jú, örglega. Jú, eiginlega 100%. Hann var ekki á sama stað og við. Hann var ekki í húsinu sem við gistum, Nei. Var hann út af fyrir sig bara? Nei, hann var bara, það var planta fólki hérna út allt þorpi sem við vorum, Já. Þannig að ég var ekki með honum nema bara á daginn og kvöldin og svo fer hann eitthvað eins og gistir. Hann pottitt með sitt rauðvin þar, ef við þekkjum minn mann rétt, Já, hann ekki eins og við förum bara út í Tesco ef við erum ellendis og kaupum okkur rauðvin. Já, akkurat, nei, hann álur maður, Hann tekur það lengra. Við getum drukkið landa í sjó í einhver ammali á Ítalíu. Já, ég var í drullu saman bara með áfengi. Svo að Birnir rappari. Já, hann geggjaður. Hann geggjaður, næst náungi maður. Já. Hann út af því að dóttir ammælisbassins. Já. Og Birnir og kærastan hans, þau öll bestu vinir. Já. En við náttúrulega, það gleymist við erum alveg svo ógeðslega gamlir. Ég veit það, þetta fokkin djóka í mig. Ég á Tengdason. Nei. Ég hef ekkert skýta Tengdason. Nei, eftir komið Tengdason. Ég kom með fokkin skýta Tengdason. Nei. Það kjafta þetta. Jú, hann alltaf heima. Þórdís komið með fastan kærasta? Já, okkur segir Þórdís, okkur ekki Bergþór? Já, þetta kallast fordómar? Nei, af því að Bergþór 12 ára gamall? Já, við ekki ekki. Hvað er Bergþór gamall? 16 ára gamall, hvað getur hann? Bergþór 16 ára gamall? Hann að verða 16. Hvað er það Þórdís? Er Þórdís á títu? Þannig að gerum eitt greiða, Steindi, ekki þessa fordómi þennan þátt. En það þess að Þórdís sem að kærast. Ok, takk að ég hugsaði bara að það verið hvað sem er. Já, akkurat, Arnaldur þess vegna. Hann hlýtur að vera 12 ári í dag eða? Arnaldur, svo hann bara með ykkur í 50 ári konu, Og þú maður dæmir ekkert lengur. En já, þú komið Tengdason. Ég veit það. Ok, ég væri til að fara aðeins betur í ammali. En förum aðeins, ég verða að taka Tengdasonin. Býr bara eftir. Mér drullu saman með ammali, Eftir komið Tengdason á heimilið. Já. Að borða brauðið þitt og nota klósettið og vesenast. Skýtur bara í klósettið. Nota klósettið? Nei, hann fyrir alltaf út. Nei, já, ég er ekki að segja mjög bæðið því að hann er bara býr heima. Það er vesen. Hvernig ætli sé fyrir hann að tengdapappan sé Sveppi fokkin Krull? Hefur þú spurt hann út í það? Hefur þú hitt hann? Hefur þú komið heim svona aðeins í gírnum og látið hann heyra það? Það aldrei fyndi að þú skuli segja þetta. Vegna þess að þegar hann var búin að vera með Þórdísi í svona mánuð, þá komum við heim, ég, þú og Pétur og konurnar okkar, blindfull, og þú hittir hann og varst að biðja hann að koma að spila partískell. Ok. Þannig að ég hef hitt hann. Man ekki eftir því. Nei, þú manst ekki eftir því. Býttu man ekki eftir því, þá eru þau nýbyrjuð saman. Hún er alveg að geta komið nýjan gaur.
Þetta hefði bara getið verið date Þá komum við, þetta var í desember Já, ok, ég man ekkert hvernig hann lítur út Er ekki tóna á ekki? Jú, hann er mjög næ sko Já. Honum finnst ekkert merkilegt að ég sé pappa sko Men þú ert Pabbi ekki hennar. pappa hans Nei, pappa henn, tengda pappa Það skiptir engu, svo er ég líka bara einhver kall heima í jakka sko Blessaður. Þannig að hérna, hann er voru ljúfur En þetta er voru, veist, hún er bara 18 ára Og það var mjög sérstakt Þegar dóttir mér var 18 ára Ég er búin að fylgjast alltaf með henni Hún fór til Köpen Skilurðu, hún á afmæli 16. ágúst Og fór út til Köpen 14. ágúst Þannig að ég gæti séð svona reikningana Hvað hún var að eyða í Köpen H&M og eitthvað að borða Á kortið þitt á það? Nei, bara ég sé reikningin hennar Debitkorta reikningin hennar Af því að hún er ekki orðin 18 þá. Já, og svo er bara safnreikningurinn hennar sem að við erum búin að safna síðan hún fættist Já. Þar var einhverju, veist, 800 skall skilurðu, Það er og ekki það rétt. má ekki hagga honum Nei. Svo bara er hún úti og ammali úti og verður 18 ára úti Já. Svo fyrir ég bara inn á heimabankan ætla að kíkja hvað hann að gera Flupp, allt horfið Já. hún er bara með söfnunarreikning Nú getur hún bara farið og sett 700 skall á svartan sko Já. Þannig að hún hefur verið að fara hún En hefur maður pottet setur ekki, farið- við setjum á rautt í rúleitu, þú veist Já, já, en hún hefur þá þess vegna farið og geta keft sér mikið af fíknefnum sterkum. Já, Já, hefði þú verður ekki gert vita það. neitt. Hún er Nei, ekki hún típan líka- í það. En ég En meina, það ég finnur myndi ekki aldrei sjá debitfærsluna. Ég myndi ekki sjá það á debitkortinu bara Kókaín. H&M, 20.000. kókain, amfetamin, sveppir Eitulega salið með posa. Það er enda reyngla. Það er í geggja Eitulega stæli sem gefur upp til skatt En þetta, já, en þannig að ok, þannig að það er, þú ert komið með Tengdason. Já, komið Tengdason En ertu búin að lenda í einhverju svona mómenti, þú veist, þú ætlar að fara að fá þig vasklas eða laumast í smá saltstangir í Voidja eða eitthvað svona miðjanótt Og mætt honum og mætt honum svona 2 menn á nari honum eitthvað við blessa eða svona að reyna, eða Býtu, þú ert að eru fara það að alltaf heima hjá ykkur? Gistaðu það, eru þið með aðstöðu þar? Hann sko býr í götun okkar Ok En er hann fluttur inn til? Stutt að fara. Nei, hann er ekki fluttur inn Þau gista bara oft heima Þórti sem er herbygg í kjallarhónum Skiptast á að gista kannski Já, hjá hvort já, öðru þetta er svolítið þannig, sko. Já, já. Þannig að þú þekkir foreldrar hans Nei, ég hef hitt þau Einu sinni En þið búið í sömu göttin Þú er ekki lagt á þig að vera eins meira með þeim en að hitta þau bara eins Þannig að þið eru ekki svona Akkur ætti hann að vera eitthvað að því Nei, það Af því að hann kemur er alltaf með nágrunum sínum Nei, þú veist, það er bara skrítið og ringir eitthvað Herðu, hérna, ég er að spá, strákurinn er eitthvað hérna Nei, heima og, Ég hef aldrei kynst hittast og manni spila, sem að eða? djammar jafn mikið með nágrunum sínum og sveppi Þannig að þess að Nei, já, það er góða punktur Já, þú ert með Dotta nágranna og fleiri Þetta er svona, það er alveg fyllibittur sem búa við hliðina þér Það er rosalegt Já, bara öðrum megin, sko Það er hérna En þú veist, hægra megin, sko. þú ert aldrei í vesinni Ef þið langar að opna rauða Frúin kannski ekki í stuði fyrir það Þá getur þú basically labba bara 3 metra út komin með einhvern hérna, partnerinn kræm í það Já, Já, já. Alltaf, Dott er alltaf klár sko. Já, ég veit það Þú ert að sitja hérna í sæti fyrirlegans Já. og your roomie eins og hann kallaði núna á Instagram Já, roomie Þeir voru herbyggisfélagar í Locarno Já, og við ætlum að breyta í London Ég ætla að vera einn í London Það er ekki glæta Hvað kom oftast og þú sagðir Nei, herri, ég nennus ekki Það var mjög oft Já, hann Það hlusta var hann alltaf alltaf Nei, hún er fast eiginlega Það var eiginlega bara eins og að setja olí á eldin Já, það er Það svolítið er hann þannig með- með hann Ég veit það. Þegar þú byrður hann um að hætta einhverju Þá bara heldur hann því áfram En Já, mér það finnst, finnst honum ennþá betra þegar hann, sko, ef manni finnst eitthvað óþólandi sem hann er að gera hérna í þættinum Þá er ég fann að passa með því Ég tala ekkert við hann um það off-air Nei, þið finnst þetta eitthvað Nei, þá er það bara Ég beði hann aldrei um að verka, hörðu þetta, þú komst Slakaðu eitthvað inn á aðeins á þetta, þessu. nennur að slaka hans á þessu, Nei, ég veit nei, aldrei, nei, nei. Já, þú veist það svo oft gerst það Já, ég hef líka brent með á því Ég hef gert það, ég hef gert það Ég held að fara ekki tróð mér hlustundur hvaða topic það eru Já. Þú veist, það er hérna Sundlavörðurinn stöðumælavörður og sundlu Ég hef sagt svona, æ, þú veist, þú mátt kannski chilla eins á þessu Já, það er bara Já, Það er bara svona svipað eins og þegar maður var að gera dyra þetta í gamla daga Ef enginn kom til dyra og fór að fokkast í manni Þá hætti maður. Þá hætti maður að gera dyra þetta hjá honum Já. En ef að kallinn kom út á nærbúksunum og sloppnum og fór að elda mann Já. Þá gerði maður það aftur daginn eftir Það er skemmtilegt Þá var hann bara komin á listan Á hverju kvöldi komum við hjá þessum gæja Já, Til að fá, akkurat. þú veist, hann kemur eftir okkur. Síðasta svona moment sem við áttum inn í stúdíunum þá var Steindi að segja við Egil bara Egil, hérna þú voru að lofa mér en að hætta hérna að kalla húsið sem ég orka bara mansion þetta er svo þreytt eitthvað hann bara, og Egil svona satt strax í næsta þætti Já, það var fárálegt Bara húsið og svo Já. En akkur eftir að láta hérna, þú veist Þetta fara í töðuna með Já, bara leiði hann bara kalli þetta bara menn Já, auðvitað leifi honum það Hann Mann gerir fíla. það bara Þetta er samt bara Það er bara svo, sko, skiptir ekki máli hvað hann myndi segja um mig Þú veist, mér er alveg sama En ef þú segir það
300.000 sinnum þá er það bara svo leiðilegt. Já. Það er meira það. Það er svo fyrst og eftir í sætunum líka. Ég glemdi þessu í síðasta þætti að þá var kannski allt í lagi að tilkynna hlustendum okkar að vera ekki að taka sveppadífuna í grunna laug, heldur að vera sjó eða svona djúpa sundlaug. Mæla með því að fólk sé ekki að taka mikið af dífum í grunna laug bara yfir höfuð. Samlega því hvort maður sveppadífan eða ekki. Sveppa í dívan. Ég ætla ekki að fara að gera grína þessu máli, þú veist, hann slasaðist og allt það. En sem betur fyrir, hann er í lagi, fattur við megum aðeins djóka með þetta, því hann er í lagi. Nei, er það ekki? Þú veist, mér langar samt að koma inn að það er bara, þú veist, þegar Edda Andrésdóttir bara í fréttunum er að lýsa svo kallaðri sveppadífu. Það var, mér leiði svo ég var að horfa á grínskets. Mér leiði svo ég var að horfa á skets. Samt er að henda því svolítið, þetta hefði getið bara, hann dýfiði sér í lauginu sko. Hann stakk sér. Þó hann hefði verið með hendur undan hefði þetta farið illa heldur. Auðvitað. Þú stingur ekki í grunnu. Nei, það er bara stráklega bannað. Ég meina, þú borðar ekki gulan snjó sko. Nei, það er sama sko. Því að sé búið að pissa. En að heyra Eddu Andrésar segja já, ungur maður slasaðist ítilega þegar hann tók hérna svokölluðu sveppadífu. Ég verði að viðurkenna, mín fyrstu viðbröð voru að springa úr hlátri sko. En ég vorkenni þessu gæja og ég hvet engan til að þú stinguði bara í sjó eða vatn, fínkallavatn. En ég held líka að þessi maður hann er heldur hress. Þetta er hress. Hann segist hlusta á þáttinn og við sendum bara batakauður á. Það er ekki í þetta bara basically bara slís, leiðilegt slís. Það er talandi gul og snjó og mannstu þeirra sátum á veitingastað og var þetta ekki umbósmaður eðsmára í London þegar hann var hjá Chelsea. Hann ætlaði ekki að tippa þjónin. Ég veit ekki hvort hann sé svona nískur ekki. Hann var að gera upp reikningin, ég mun aldrei gleyma þessu. Sat hann og þjónninn kemur og segir við hann there's no tip. Og hann sagði orðurétt við hann I got a tip for you. Don't eat yellow snow. Geðveik línast. Ég var bara svona, ok, hann er nískur en hann er fyndinn. Hann ætlaði ekki að fara að tippa þetta. Nei, hann hefði lítið nákvæða. Við erum með rosalegan þátt í dag, kæru hlustendur. Það sem ber hæst er sennilega hitaklefinn sem hefur verið í góðri pásu og það er Þórólfur Guðnason sóttvarnalæknir sem að lendi í hitaklefunum á þessu sinni. Ef einhver átti skilið að fá að heyra það svona örlítið, þá var það hann. Já, samt ég er á báðum áttum með það sko, stundum held ég með honum og veist, allavega. Nei, ég auðvitað höldum við með honum. Það verður samt að viðkennast, þetta er orðið vel þreytt. Það er búið að opna allt í Danmörku núna. Það er ástæðan, þetta er orðið vel þreytt en það er ekki, við megum ekki halda að Þórólfur sé heima á sér að reyna að búa til eitthvað skemm til að gera þjóðina þunglinda sko. Nei, og við fáum líka bara fólk í hitaklefan sem við elskum. En hann fekk að heyra það. En núna það er búið það er allt opið í Danmörku núna, vissu það? Það var að opna bara allt. Og samt eru við bólusettari og allt. En þið veitir að það er að koma minnisblað núna helgina. Ég get lofað ykkur þetta fyrir alla við 500 manns og ef ekki 1000. Svo erum við með Þekkið ekki og það er öðruvísi í dag því að Steindin Junior fara að stjórna því. Ég er ekki með það. Við Sveppi þurfum að svara 4 spurningum frá Steinda. Já, við getum orðað þannig að þið you go way back. Ég get ekki fara að svara því hvað ég fróa mér oft í viku. Nei, ég er búin að því. Fólk getur bara fundið þátt þegar þú varst hérna síðast með sonin hérna með þér. Já, það var rosalegt sko. Við séum lærið þér að því, það takk ekki sonin með þér aftur líka. Já, ég meina hann hlusta hvort það er á þetta. Greiðin Bergþór, hann sko, máli er að þegar þessi spurning kom þá sá ég hann standu og lappa fram. Hann vildi ekki heyri þetta. Já, en það sem, ég heyrði bara hvað hann sagði við vinni sína eftir á. Hvað sagði hann? Já, nú veit ég hvað pappi fróa sér oft í viku. Ég sagði ekki við hann að þú væri nú ekkert í þessu rugli og þetta var nú bara svona fyrir útvarpið. Svo erum við með klefa. Rosalega klefa. Já, sko, það hefnaði svo vel við Sveppileitum línur slá saman. Ég hringdi og var að reyna að kaupa eitthvað 2 hunda. Já, geggja. Og það dætt annar maður inn á línuna og menn ég var að tala við, ég held þetta að verið bónd. Nei, var það kannski ekki bóndi, bara einhver gæði sem var að selja 2 hunda í bændaflæðinu sko. Það er virkilega skemmtilegt. Steindi fekk orð frá Sveppa sem þurfti að koma inn í þegar hann var að hringja í fiskbúð. Já, og gæðslega að fyndi sko. Það er við Sveppi skemmtum okkur konunglega í þeim klefa. Já. Sko, þessi orð sem Sveppi. Ég heyri bara að við erum alveg þátt. Já, við erum með 3 klefa, við erum með 3 hörkuklefi í dag og máli er að þessi orð sem Sveppi henda á mig, það var helvíti erfitt að vinna með þau. Við getum orðað þannig að við lendum á geggjuðum fisksala í fiskbúð ég var ekki Hafnarfirði litla fiskbúð, þetta var æðislegt. Svo erum við með hvað ætlar að vera með. Já, þú ætlar að vera með augljósar í dag, loksins. Og þú maður reyna þetta núna í 4 vikur. Augljósar staðrendir. Já, en málið það, with a twist, við reyndum að vera með þér í 2 þættir.
Þetta eru augljósa spurningar 5 spurningar og þær eru væntanlega til þín blöð, ég veit það ekki það getur verið eitthvað sem kemur óvart en Mér finnst það líklegt. 5 spurningar, augljósa spurningar Ok, þannig að eins og þið heyrið kæru hlustendur þá erum við með veislu, við byrjum þetta alltaf að bubba Ég er að fara að setja á lag, ég held að þetta lag hafi aldrei verið áður í FN95 blöð Þetta er Ego og lagið heitir Móðir Held ég, þeir eru að hlusta hér á FN95 blöð á FM 957 og já, það er komið að slúðri Erlendi slúðri, það er djöfellega langt sem þú varst með Íslands slúður, Steindi Já, ég þarf að vera með Íslandslúður Það er náttúrulega ekkert að gerast Jó, það er rólegt svona í COVID sko, en það er alltaf eitt og eitt sem er að detta hérna inn á í inboxi á mér, þannig að ég held utan um þetta, þannig að það er alltaf eitthvað að gerast, þannig að það er spurning hvort ég verður með Íslandslúður bara næsta hösta Ok, herðu ég ætla að byrja að slúðrið á, ég ætla að hafa bara bubba undir þetta slúður, Já. þægilegt að hafa hann undir Hvernig væri það? Sko, fyrsta slúður er að Ben Affleck og Jennifer Lopez það vita held ég allir sem hlusta á þennan þátt eða bara sem fylgjast með fjölmiðlum að þau eru byrja aftur saman Nú, já og þetta er orðið það alvarlegt við svona, serious relationship að þau eru saman alla daga og núna er til dæmis Ben Affleck leika í bíómynd í Texas þannig að þau eru saman þar í húsi a luxury condo í Austin eins og stendur þetta og nánustu ættingjar segja að sé mjög stutt í bónorð Já. að Ben Affleck sé að fara á skeljarnar Býtu, þau eru alltaf eitthvað svo þau eru alltaf að drífa sig, heldur mikið að dóti Já, þetta er svolítið kaninn en málið er að þetta þú er það fjórða trúlofun Jennifer Lopez Já, en svo má Ég held ekki að hún gleyma sé svona eins og Svessi Ég held að hún sé næst ástsjök Nei, svo má heldur ekki gleyma því að þetta fólk sko, sem vorst að tala þau eru svona aldurinn er farin að svona, sko, banku upp á þetta er Banku upp á, Jennifer Lopez lítur svona 10.000 sem betur út en þú Hún er 20 árum eldri en þú Ég veit allt um það, en ég er að segja að það er slegist forsíðurnar og að gifta sig er ekkert máli, þau eru með skilmál og allt það, þetta er bara syngur á puttan Nóa peningarna sko Já, ég veit það, þess vegna er ég að segja, það er nóa peningum Þetta er basically Þau eru bara ekki að fara að gera þetta til að selja Hello þetta sko Nei, ég er að segja, þú veist, ef þau gifta sig hvað er heldur að það fari? Fær það ekki bara í heimsfréttur út um allt? Og eru þau ekki þess shit í smá stund og fá þau þá ekki hlutverk í myndum það árið? Þið finnst þetta alltaf bara aðdeglisíki? Þetta er alltaf bara smá stök En ég meina, það eru sko, við erum að tala um, það eru vinir þessara pars sem að halda að hann sé mögulega að fara á skeljarnar Mér finnst þetta ennþá vera svolítið fjarlægt sko. Já, oftast er eitthvað til í þessu Þetta er basic, þegar þetta kemur svona þá þýr oftast sér stutt í þetta sko Ef ég væri Ben Affleck eða svona frægur Hollywood kall sko, ég myndi ekki giftast neinum, aldrei Okkur Til hvað sé hann skotunum Ég meina, þú ert giftur, þú ert frægur íslenskur trúður Já, ég er líka að sé eftir því En gaman fyrir J-Lo að lesa í blöðunum Steindi, þú ert ekki eins og trúlofar Nei Hvað er búin að saman í? 28 ár? Hann er ekki einu sinni viss hvort hann ætti að vera með henni sko. Já, ég er svona að velta þessi fyrir minna þá En hérna, nei, ég þarf að fara að hendi það En máli er að Já, hvernig væri það? Ég fyrir alltaf að fá brúðköp Skemmtilega sem ég gera þetta í brúðköp sko. Það er enginn í kringum okkur að gifta sig Þetta er líka svo leðilegt, þú veist Fóru bara til Sýslumans Hver? Hugi og Já, Ástrós Hugi og þau Hvað ruggla það? Skemmtilega, veist, sýstir mín giftið sig sem að djöðlar að gaman Já, ég veit að brúðköp er alltaf skemmtilega Brúðköp eru skemmtilegast að djami Ég var í brúðköp þar sem að það var einhver sem dó í brúðköpinu og samt á partí Áfengistöða? Nei Bara dó Já Vitið það Bara afi brúðarinnar dó Og heldur þið bara áfram að djama? Ég fekk hérna hjartafall og dó True story Já, og var bara áfram partí? Nei, þetta var náttúrulega rosa sjokk sko og það kom sjúkrabíll og svo kom sjúkrabíll og það var verið að pumpa hann og það var dregin öll borðin í burtu og það var bara ekki sjúkrabíll og allar konurna fór að gráta og þetta var algjört En þú varst að segja partí að við halda áfram? Já, svo bara Eftir partí, já, Nei, svo bara Svo hérna Þú helst það frá að Svo kom sjúkrabíll og sjúkraflutningamenn og það var bara, honum var drösla upp á börur og út og þá er allt í hennu standa bara allir eftir og bara, já, hvað er að fara að gerast? Og svo bara, hérna, hægt og bítandi voru allir bara aðeins að faðmast og tralala og brúðguminn fór og ræddi við fjölskyldu meðlimina, þetta var 80 ára gamall maður, sko og svo kom hann upp á svið og sagði bara hérna, hélt bara smá ræðu brúðguminn bara hérna veist, við bara byggjum í hljóði og okkur langar til þess að
heyra bara hvað ykkur finnst talandi við gestina bara Þetta er agalegt, hvort við höfum að halda þessu áfram og ég er búin að ræða við konumannsins og bla 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 og hún segir og vill ólma við höldum áfram, hvað segir þið og þá var allir bara já, ekki kannski gefa þessi 20 mínútur og Björgvin Francis var veislustjóri og ég satt þetta, svo náttúrulega ég er ógeðslegur fyrsta sem gerist alltaf alveg saman hvað gerist fyrstu viðbröð mín er alltaf að fara að hlæja skilur, ekki upp ég bendi ekkert á kallið ég bara svona, hvað er að fara að gerast og svo bara hægt og bítandi byrjaði þetta aftur og það var allt eftir sko allar ræður og öll atriði Þannig að brúðkaupið það kláraðist Já, þetta fór alveg nýr í botn og svo bara hægt og bítandi mjatla þetta upp í það allir voru bara komnir í smá stuð sko. Það er ekki hægt að klúra brúðkaupi það er ekki hægt að deyja betri dauða heldur ný brúðkaupi sko. deyja bara í jakkafötum með öllum sem þú elskar í stæðan fyrir að deyja bara í einhverjum ból sem stendur á eigin landsspítalas í nýjum narium og þú veist nýðbaðaður nýðbaðaður en sko máli er að leiða pælti því með J-Lo hversu gaman fyrir hana er að lesa í öllum blöðum að maðurinn hennar eða þú veist að kærastinn hennar sé að fara á nýð og skellja hún les bara blöði heyrðu, já, það stendur þetta þú sérst að fara að biðja mín já, svo hlæja ég ætla að láta þess að það verði óvænt ég held að þetta sé ekkert sjokkja henni sko. nei getur vel verið að hún sé að þrýsta á það en þið vitið nú samt strákara þú veist, er þið samt ekki sammála mér að Nei, ég held að J-Lo og Ben Affleck sé meira þannig að þau vilja losna við slúðupressun heldur en hitt Er það, ég meina J-Lo, hvað er síðasta mynd sem J-Lo léki? Henni er drullu saman hún á skítnu á peningum Hún er súperstjörna Það er enginn að leitast eftir einhverju klausu Ég heldur alltaf þetta sé bara fólk að tósa í Ég veit hún er súperstjörna og áfullt af peningum en svona tótt verður held ég bara fík hún er ekkert að gera hjá Við erum ekki samanlegar en talandi um dauðan hérna áðan þá er ég með ágæti stengingu Talandi um dauðan? Já, Tupac Shakur Já, hann er dáinn Hann er dáinn og það er svo sem ekki fréttin mín Bíllinn sem hann var skotin í til sölu og er búin að vera á sölu núna í 10 ár því að vill enginn borga uppsett verð samt eru komin 40 tilboð í hann Hérna sjáum við mynd, nú var ég gaman að vera með í bloggastunni en þetta er bíllinn Ég hef aldrei heyrt um neitt mann sem er skotin í bíl Já, jú, það er eitthvað oftgæst Nei, ég er að segja, veist hvað er hann ekki ástfangin af konum eða? Bæði hefur við gerst að það verið skotin í bíl og skotin í bíl Já, kæri vinni, Sveppi Krull með og hér, brandráðning komið búm Herðu, hérna Ég var að segja þetta Ef við hættum aðeins með búbana að þá, sko, þessi hérna bíl, hann er flottur, sjáu, hann lítur vel út Þetta er þessi bimmi sem á skotin En sem bara skotin, nú hugsaði ég bara það Sett nú mikið á hann Það sett $1,7 milljón á hann og seljandi neitar að lækka og hefur ekki lækkað í 10 ár Þannig að það er basically fréttin sko, það sem að mér langar að spyrja ykkur út í myndið þið vilja, þú veist, er þetta eitthvað svona sem að eiga bíl sem rappar yfir dáið í? Já, segjum þetta að væri Mick Jagger, hafi dáið sem bíl myndir þú, ef þú ættir nóga penning myndir þú reyna að kaupa hann? Já, það eru sumir sem halda jafn mikið upp á Tupac og þú heldur upp á Mick Jagger Já, ég skil pælinguna sko Ég skil pælinguna Þetta er samt sem áður náttúrulega bara bíl Það er á sambyggis með Charlie Takk En þú veist, það getur öruglega einhver keypt líka bara derhúi sem hann átti að ból Já, það er, veist, mér langaði peysan sem að Kurt Cobain var í Unplugged hérna MTV hún fór á $500,000 eða eitthvað, ég er alveg til að eiga hana En það er samt eitthvað svona, veist að því að Tupac Shakur var ekki sendur hérna bara á jörðina utan að geimnum, hann á fjölskyldu og vini og það er alls konar fólk sem að syrgir hann og þetta er ákveðin harmleikur sem á sér stað svo er allir bara, bíllinn sem Tupac Shakur var skotu og þetta var heilaslættur í skottinum Það er fólk að þrýfa hann sko Já, ég veit það En ég veit hvað fólk er að tala svolítið þetta bara eins og að sé geggja gaman En hann átti ekki bílinn sko, hann var farþegi Það er málið, þannig að það er ekki verið að selja fjölskyldunars fær náttúrulega allan hans eigur Já, þetta er bara svo eitthvað lítil virðing í þessu Svo er Jennifer Lawrence, hún er ólétt og það gleður mig Ég held mikið upp á hana Ég fíla hana bara í tætlur Hvað glaður að hún sé ólétt Að því ég held með henni einhvern veginn Það skrítið það Ég veist hún geggjur sko Já, hún er frábær, geggjur leikuna Þannig að Jennifer Lawrence hefur þetta hlustað til hamingi með óléttuna Ég er mjög spenntur fyrir nýju myndinni núna sem er að koma út sem er með Gabriel, henni Jonah Hill, þetta er sama gæði og gerir Anchorman og Step Brothers Hvað heitir hún? Hérna Look Up eða eitthvað svona, það er Lofsteinn á leiðin á jörðina DiCaprio var að posta trailernum hann kom út bara í fyrradag DiCaprio fara að leiki ykkur svona? Já, þetta er bara grínari og
Og það er geggja Don't Look Up heitir Já, hún. Don't Look Up og geggja line-up af leikurum mínu og geggjaða leikstjóri ég sá hann trailer, ég var mjög peppað fyrir henni. Já. Ég er eiginlega aldrei peppað fyrir bíómyndir lengur, mér finnst alla bíómyndir drasl. Vertu peppaður fyrir leynilökun alltaf? Já, ég er peppað fyrir leikninguna, ég er mjög peppað fyrir Candyman nýðu. Já, herðu, þetta Ég var er Candyman maður. slúður pakki dagsins, við skuldum auglýsingar og svo förum við í klefa og þekki eða ekki. Meðal þeir að hlusta hér á FM 95 Blu og já, þetta var Páll Óskar og Birnir. Eitt vinstalasta lag var það ekki Sumar sem þetta tröll, nei, þetta var aðeins eldra. Nei, já, er þetta ekki orðið Var það gamalt? Já, Þetta er gott lag, þetta er mjög gott lag og Já. mér finnst myndbandi líka Myndbandið var gott. Maggi Leif sem hendi myndbandið topp maður. Það þarf ekki að kenna honum að gera tónlistarmynd. Okkar besti maður. En það er hins vegar komið að dagskalið sem heitir þekki eða ekki og það er með smá breytust niður. Sko, ég þarf að stilla þess aðeins upp þetta fyrir stendi. Ég ætla til og með að setja lagið á fyrir þetta. Já, Alltaf Jón Jónsson og GTRN. 10 years á tökunum. Já, þú setur þetta, ég fer bara í þitt sæti. Já. Þú veist, herðu, Þú ert að fara stjórnussu og við sveppið þurfum að svara. þú getur samt alveg setið þarna. Þú veist, þú stjórnar bara tónlistinni, ég set bara hér. Já, en ég get það ekki þegar sveppir. Ég skal þá bara byrja og svo Já, þegar þú þarf að fara fram. Já, ég skil. Hvað erum við að fara að gera? Herðu, þetta er, sko, ég skal bara fórst yfir Hvað síðast, kjafta er í manstu? gangi hérna? Ég skal bara taka við þessu. Já. Drengir, velkomnir í dagskráliðin Þekki eða ekki. Og í þessum dagskráliðin mun ég spyrja ykkur 4 spurningar. Og Sveppi, leikillin í þessu er, ég þarf nú ekki að útskýra þetta mikið fyrir auðta, það sem þetta er nú hans liður. Þú þarft að vera hreinskilin. Manstu, þú tókst þetta með Já, okkur já, já, svo þetta. þarf ég að svara hvað þú svaraðir og þú Já. svara hvað ég svaraði. Og bara algjörlega honest, reynsa hugan og bara, þú veist, fyrsta sem kemur upp og þú heldur þig bara við það. Ok. Hvor ykkar vill byrja? Ég skal bara Vilt þú ekki bara byrja? Jú, jú. 10 years á tökkunum, þá Já, þarf ég að vera minna á tökkunum. Já, svona sjá að þetta fara allt rétt fram hérna. Já. Á ég að fara fram? Þá Já. verður þú að fara, Og þú þú mátt ekki heyra. Nei. En það besta við þetta, Auðun Blöndal, er að því að við erum með gest, og við Já. gerum þetta líka seinast þegar Sveppi kom, Já. er að því að, sko, þú ert búin að spyrja okkur eiginlega af öllum fjandanum. Já. Þannig að ég fór í safnið Ok. og ég fekk að krukka í því og En ég sagði velja. taka, þú varst með einhvað nýtt. Ég menn, já, ég menn nýtt, ekki, sko, En ekki að við náttúrulega höfum ekki svarað þessu spurningu. Nei, en slakað á, ég menn nýtt. Ég er alveg En pottslagur ég meina spurningu hérna. Með ljúfa tóna þetta undir. Já, en ég meina spurningu hérna sem er bara, sko, ég meina nokkra sem eru bara óþægilegar Ok. og þú hefur náttúrulega alltaf sloppið Já. en þú sleppur ekki í dag. Nei, nei. Nei. Og það er bara sama og þú segir við okkur hreinskilin. Já. Alltaf hinskilin. Ertu klár? Já, ég er bara ready. Ok, ég er hérna klár með tölvu, ætla að skrifa niður svörin því að þetta er keppni, fyrst og fremst. Já. Þá er það fyrsta spurning Blöndal. Hvenær skammaðist þín fyrir Sveppa? Hvernig skammaðist ég mér fyrir hann? Já, bara þá er ég að tala þú veist, er eitthvað moment þar sem hún horfði bara, þú veist, að því að þetta er náttúrulega bara þinn besti vinnur og allt það. Já. Þú skammaðist þín. Þú hefðir helst bara ekki vilja vera á staðnum. Það hefur ekki oft gerst, sko. Það Ég er fíla nákvæmlega hvað. Já, Já. það hlýtur að vera eitthvað moment þar sem hún er bara, heyru, ok, hérna Nei, ég væri til samt, að jú. jörðin að gleypa Já, mér núna. nei, ég veit ekki, jú, ég skammaðist mér kannski pínu fyrir hann, en svona, ég var pínu svektur út í hann eins og niður, en ekki svektur, við heldum bráfram og skemmtum okkur konunglega, en þá, við vorum eins og í London Já, og fórum á leik. Jón Ásgeir var þá eigandi fyrirtækisins sem við unnum hjá og hann bauð okkur sem sagt eftir leikinn að koma með sér, við fórum út að borða með honum eftir leikinn, nú var bara 3, ég, Sveppi og hann já. á einhvern indverskan stað sem var nálægt Emirates. Býttu, er þetta þannig að þið flugu bara allir saman út Nei, frá? alls ekki, við hittum hann bara á leiknum. Já, sem já. þá var einhver Íslendingar sem var greinilega að græja eitthvað sæti, þetta var í meistaradildinni. Já. Hittum hann á leiknum og það voru, menn voru búin að punta þess á sig fyrir leik og Það eitthvað sjálfsögðu. og Hann var orðin fullur? Nei, hann var nú ekki eins og við. Nei. En hún var stundið að sjá okkur átt í stúkuna eitthvað og tók okkur með sér eftir leikinn að borða á einhverjum indverskum stað sem var geggjaður. Já. Og svo sagði hann við okkur að hann væri með skemmtistað sem við getum farið á. Já. Og ég get ekki listi hvað ég peppaðist við það. Ég bara, já, endilega, við förum 3. Já. Konur á staðinn, ég lapp inn, Jón Ásgeir lappar inn. Sveppi færi ekki að fara inn að því hann var of drukkinn. Nei. Dyravörðin stoppa hann, samt var hann bara búin að drekka, veist, hann var ekkit verið en við, það bara sást meira á honum. Já, hann var komið með vot augu. Já, og Sveppi er bara þannig, hann getur ekkit lengt í ef hann finnur á sér. Nei. Og hann mátti ekki fara inn og ég gleym, og Jón Ásgeir spurði mig í tröppunum, Já.
hann var ekkert að fara út. Hann bara, Öddi, ætlar þú með mér upp eða ætlar að taka hann eitthvað? Ég Taka hann einhvern Ég get ekki Ætlar að taka hann einhvern Ég get ekki skilið hann eftir. Nei, ég get ekki hann vildi ekki eitthvað fara að sverta nafnsitt á sér stað eitthvað, ég veit ekki, hann bara það er ekkert sem ég get gert í þessu, sko. Ég bara, nei, þá verð ég bara að taka hann. Já, eru á gaman að sjá okkur. Hann bara labbaði, ég neður, ég bara Sveppi, hvað er, og hann bara, ég veit ekki hvort ég að skammast mig fyrir hann, en þetta ég segi það. Þegar við fengum ekki að fara inn á skemmtistæð með Jón Óskar. Já, og þið voru þetta með forstjóranum einhvern veginn. Já. Það var stemning. Nei, ekki forstjóranum, eigandanum. Já, eigandanum, auðvitað, og það var stemning. Já. Og ég hefði alveg viljað sjá þennan stað, viðurkenna, ég fekk bara að fara upp tröppurnar. Þetta var greinilega alveg staður. Já. Þannig að það er basically þegar Sveppi komst ekki inn á staðinu London með eitthvað félagum. Já, það er mitt svar. Ok, ég er búin að skráta niður. Já. Herru, önnur spurning, ertu klár? Já. Hún hljómar svona: hvaða eiginleika Sveppa myndir þú vilja? Myndir þú sjálfur vilja hafa? Einhverja eiginleikar, þetta er jákvætt. Já, Sveppurinn er snillingur, sko. Það er margt sem hann gerir og... Já, ég myndi vilja fá eiginleikans að vera drullu samum allt. Já, nákvæmlega saman og ég hef sagt líka. Ég ofugsa hlutina og hún er með drullu saman. Það er stundum samt alveg hættulegt, sko. Já, það ætti alveg að fara millivegin á okkur, en ég öfmynda næði hún er með drullu saman. Já, hún er með drullu saman. Hver er styrkleikinn þinn í beddanum? Og þetta er spurning sem ég er búin að bíða spenntur eftir að spyrja Auðun Blöndal, því þú spurðir okkur eiginlega þessu og svona hálfpartin eiginlega líf okkar. Þannig að ég ætla sko verður hreinskilinn. Já, ég hugsa nú aldrei svarið mitt þegar ég er að spyrja ykkur, sko. Ég basically reyna að setja einhverja spurningu sem ég finnst að fá svar við. Doggarinn. Nei, var þetta stell? Nei, ég hugsa þetta ekkert sem stellingu, það ekki. Nei, þá myndur þú frekar að spyrja mig bara hvað er upp á stellingi minn. Það veit ég ekki, maður, það stendur bara hver styrkleiki þinn í beddanum. Já, en þú veist, styrkleiki er ekki eitthvað stelling. Nei, stamina. Ég held ég sé ekkert betri í honum heldur en einhver öðru. Nei, þetta er staminan. Styrkleiki minn. Þetta er ógeðsleg umræða. Já, ég veit. Ég veit ekki af hverju ég er að taka svo mikið þátt í þín. Þú ert bara reitt í þögnina að meta þetta. Ég ætla að kasta þessu bara alfarið yfir þig. Já, ég er bara að reyna að hugsa þetta. Ég veit ekki að maður sé alltaf til eða eitthvað. Alltaf til? Já, veist, ég er aldrei að fara að segja nei. Já, ég veit ekki. Það kominu bara, skiptir engum alveg hvenar konan einhvern veginn gefur í skina, hún sé stuðið, þá er þú klár. Ég held að svona áns að gera eitthvað lítið úr mér í beddanum, þá held ég að ég sé ekki með einhvern eitt styrkleika. Já, ég segi bara alltaf klár. Já, alltaf. Sama hvenar þú klár. Alltaf klár, já. Alltaf, bara sama hvenar þú klár. Ekki að við kæmu upp eitthvað hræðilegt, þá verð ég ekkert eitthvað herðið að gera það. Sama hvenar, alltaf klár. Sama hvenar, alltaf klár. Nánast alltaf reddi, það er bara svarið mitt. Ég hugsa að það sé styrkleiki. Ég veit ekki hvort það sé styrkleiki, en nánast, sama hvenar, alltaf klár, nánast alltaf reddi. Þú þarft ekki að hafa þetta svona rosalega niður njörða. Þú segir bara alltaf til. Ég er að sjá keppnarblöð. Já, mína keppni. Ég með þetta almennilega þá er að síðasta, hvað er að síðasta sem þú myndir gera? Og þá á ég við, fattaru þú veist hvað ég á við. Þetta er ekki, ég myndi bara kála mér. Nei. Þetta er meira bara svona, þú veist, já ok, shit, það er að síðasta sem ég myndi gera. Þú veist, skilur þú? Hvað er að síðasta sem þú myndi gera? Halda með Liverpool. Og ég byrð Púlar afsökunar, ég veit að þeir eru á sömu skoðun þegar að kemur á United. En þetta er svona fyrsta sem kom upp í hugan. Ég ætti mjög erfitt með að halda með þeim. Halda með Liverpool? Nei, ok, þetta er ekkert endilega að skota á Liverpool. Ég ætla að segja, ég myndi aldrei geta skipt lið í ensku. Skiptum lið í ensku? Fyrsta sem ég dætti í hug. Ok. Ég verða að halda með United. Herru Blöð, þú komst bara ágætlega undan þessu, myndi ég segja. Já, herru Kottu, núna, því þú ert að stjórna lægin undir, þú ert að fara á tökunum, ekki klúra þig. Herru, þú mátt senda Sveppi. Já, ég sendi hann inn. Hérna er allt ready bara. Og sérðu, þegar það er komið hingað, þetta er ekki flókið, þá færur hann bara hingað. Já. Við erum bara spilt í Spotify. Já, herru. Mátt senda mannin inn. Sorry. Hvað er að gera? Já. Sverrisson, velkomin, hvernig var frammi? Bara? Eða ekki bara frammi, það er engin í húsi, allir farnir, fössari og einhvern veginn klukkan orðið 5 og... Þetta er bara lengst í dagskrálið sem ég veit. Hann er ógeðslega langur. Rosalegur. Ég er alveg sammálaður. Hvað kjafta er í gangi? En það er gaman á honum. Og sko málið er að líka, þú veist, þetta er sko svona dagskrálið sem að sko hlustendur eru líka svolítið að kynnast, fattaru, keppendum betur.
Ok. Þú veist, af því að það er aldrei hægt að kynnast fólki ofvel Nei. Ég hef með 4 spurningar og þú fær bara sömu spurningar. Ef við ekki bara vind okkur í þetta, bara beint í þetta. Þetta er plásturinn, gamli góði, rífa hann af. Ertu klár? Já, getur þú lækkað í headphone-unum mínum með það? Þetta er mín headphone, ég heyri henni bara svolítið illa. Var ég búin að segja frá, ég fór til heyrnarlæknis, Sveppi? Nei. Ég fór til heyrnarlæknis. Er það að menna þetta? Já, og hérna, hann spurði mig hvort ég væri á svona rjúpnaskitta. Já, hátíðnin hjá mér var eiginlega bara svolítið rifin. Já, ok. Og hann spurði hvort ég væri rjúpnaskitta, af því að Sigrún sagði, ég heyri svo illa að Sigrún sendi mig, fór með mig til heyrnarlæknis. Og ég skítfjall og ég gæti þurft tæki svona í framtíðinni. Já, geggjað. Og hann spurði hvort ég væri skitta og ég sagði nei, ég skýt aldrei úr byssu, bara eiginlega aldrei. Ég er kannski 2 sem gert á æfni. En ég spila mikið á tölvuleikjum, skotleikjum og er með heyrnartólinn hátt stilt af því að ég þarf að heyra þegar einhver lappar á bakum í leiknum og svona, en ég er með allt í botni og hann sagði að þetta var líklega það. Vá, hann fyndi. Já. Það er önnur saga. Já, önnur saga lengri. Hérna, hvenær skammastu þín fyrir auða? Þetta er fyrsta spurning. Hvenær hefur þú, ef þú hugsað tilbaka, hvenær hefur þú bara legit bara skammast þín fyrir hann? Bara svona, fokk, ég væri til að bara gjöra mig til að gleypa mig. Já, það er náttúrulega sko. Er það oft eða? Nei, það er nefnilega ekkert mjög oft sko. Það er örgulega oftar það sem að hann skamma sín fyrir mig. Já, reyndar var það ekki þannig sko, hann var ekkert með eitthvað list alltaf veljur heldur. Nei, ég myndi segja svona, það fyrsta sem er dettur í hug er að ég skammast mér fyrir hann þegar ég er að ferðast með honum erlendis og hann hittir einhvern frægan og stoppar hann. Randy Jackson, dómara í Idolinu eða Gus Hansen, pókerspilara. Hvernig var það? Það sem hann er að öskra bara, hey Gus Hansen! Já. Huge fan, bara yfir alla ekstar í Las Vegas. Við hittum einu sinni Sven-Göran Eriksson, þjálfara. Hver er það? Akkurat. Já, bara þjálfari. Já, fótboltaþjálfari í Premier League ekstar. En þú öskrar ekki á hann? Nei, hann bara lappaði bara upp á honum á flugvelli þar sem hann er að tjekka sig inn og spurði bara, excuse me, we are from a television station in Iceland, is it possible to take an interview with you? Og ég er bara unni gæi álfurinn, heldur bara einhver gæi á flugvelli. Nenni þessu. Þetta er bara svo hitt einhvern álfur þjálfara að tala við einhverja 2 rassausa bara úti á Heathrow. En betur, hvernig var þetta með Randy Jackson? Hey Randy, huge fan. Akkur alltaf huge fan? Já, er hann huge fan á Randy Jackson? Nei, hann er bara nákvæmlega eins og allir aðrir þegar þeir hitta fræga. En pældi hvað er skrítið? Og til eitthvað bara, hey, ég dyrka þig, út legend. Pældi hvað er skrítið að dyrka Randy Jackson? Hann dyrkar ekkert Randy Jackson, hann bara þekkt hann. Já. Herru, ára næsta. Hvaða eiginleika auða myndur vilja hafa sjálfur? Já, ef ég á að vera alveg hefðilegur þá væri ég til í metnaðinn. Metnaðinn? Já, hann er helviti metnaðagjart sko. Hann er alltaf, eins og sér það, ég menn þetta er bara gæi frá Söðakróki sem var bara í úlpu og veit ekki neitt. Nei, skilur við. Og nú er hann alltaf bara komin hérna á F957. Já. Living the dream. Nei, skilur, hann er búin að ná rosalega langt. Þrátt fyrir það að hann fættist ekki með spilin, réttu spilin. Nei, ekkert endilega réttu spilin sko. En hann er búin að ná rosalega langt af því að hann er metnaðagjörn, hann gefst ekki upp. Já, en er ekki samagt að segja bara þig? Varst þú ekki bara í Breiðholtinu eitthvað að snáðast og þvælast og veist það? Já, líf mitt hefur verið rosalega mikil tilviljun hvernig ég er á þeim stað sem ég er í dag. Já. Miklu meiri svona tilviljun, held ég sko. Jú, svo maður kannski með eitthvað svona metnað bak við eirað, en hann er svo ábyrrandi á þetta. Já, metnaðurinn, þetta er bara gott svar. Hver er styrkleikinn þinn í bettanum? Hver er hvað? Sérsagt Er það að spyrja hver styrkleikinn minn er? Sko, veistu hvað, mér finnst nefnilega svolítið leiðilegt að þetta bitna þér af því að þetta var til að hefna mín og honum. Hann spurði mig að þessu. Já, hver er styrkleikurinn? Já, þannig að ég, þú veist, en ég verð að spyrja þig að þessu af því að ég ætla að spyrja hann að þessu. Já. Þannig að þú ert einhvern veginn að lenda, ég byrst bara afsökunar á þessu. En hver er styrkleikinn þinn í bettanum? Já, þegar ég er að stunda kynlíf. Já, svona, þú veist, það fyrir eftir hvernig þú vilt orða þetta, en jú, bara Við getum sagt það, bara svona þegar þú svona kíkir á skeiðvöllin. Ég held að styrkleikinn minn sé sá að ég set konunum minn í fyrsta seti og mig í annars seti. Wow, rosalegt. Þetta er minn styrkleik. Þetta er flott svar maður, konan í fyrsta. Já.
Ég get alveg lofa þér því að þetta kemur betur út fyrir þig en hann. Við getum orðað þannig. Herru, þá það 4. spurning. Sveppi motherfucking krull. Hvað að síðasta sem þú myndir gera í lífinu? En þú veist, ég ætla aðeins að svona fá útskýra þetta. Ok. Þetta þú veist, þá á ég við bara svona, þú veist, þú kannski heyrir eitthvað eða sérði eitthvað og þetta það síðasta sem ég myndi gera, skilur. Eða þú veist, síðasta sem myndi gera væri vantilega núna og myndi bara hoppa hérna fram að bara byggingunni. Já. Við erum ekki þar. Nei, þú veist, síðasta sem ég myndi gera væri til dæmis að drepa börnin mín. Já, við erum ekki þar. Þetta meira bara skilur við. Síðasta sem ég myndi gera væri að fara í fallegastök eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Já, kannski ég, Þetta var heldur dark staður sem þú hendið þér á þetta. Veist, síðasta sem ég myndi gera væri til dæmis að leika bara í hommaklámynd. Já. Það ekki fyrir mig, eða veist. Já, það þá eitthvað sem að mér langar að gera áður en í deg? Eða langar ekki að gera? Nei, þetta eitthvað sem þú myndir, sem sagt, sko, síðasta sem þú myndir gera. Þú myndir ekki gera þetta. Já, ég myndi ekki gera þetta. Nei, þú myndir ekki fara í það. Þú veist, ég myndi ekki sjá þig fyrir mér í því, sko. Nei, þá er það kannski ekki alveg rétt, af því að leika í hommaklámynd, það eitthvað sem ég myndi kannski gera, sko. Það margt annað sem ég myndi gera á eftir því síðast, skilur við. Já, það ekki svona einhvern veginn aftast á listan. Nei. Ég myndi alveg geta leiðst út í það ef ég væri á réttu efnunum, sko. Já. Svo casual chat það. Ég get alveg leiðst út í það ef ég væri á réttu efnunum. Já, nákvæmlega. Sko, síðasta sem ég myndi gera væri að drepa mig. Já, þú mátt ekki segja það. Nei, ok. Það var svona bannað. Þetta svona meira svona skilur eins og ef við ekki halda okkur við hommaklámið það. Fannst þér það svona gott? Nei, það mér það solid, sko. Já, byrju, síðasta sem, jú, ok. Það ekki bara? Jú, fuck it. Það svo veist, skilur við? Já. Því að þú veist, þú ert straight. Já. Það ekkert sem, þú veist, kallar í þið þar. Nei. Það er bara eðlilegt svar. Ákveð vesen fyrir mér, mér finnst alltaf gaman að haka í box. Já, þú hakar kannski í þetta seinna ef þú lendir þar. Býttu, ég ætla, Nei, vitlaust laga, hún stóðst ekki vel. Það var one job á þetta hérna lag undir. Ég heyrði ekki eins og neitt lag undir. Hörðu, ok. Þetta er rosalegt maður. Hörðu, þetta var bara strákar, þetta var hérna ég lærði helling, sko. Já, var þetta ekki hreinskilið bara? Jú, þetta var nefnilega mjög hreinskilið og hérna ég að spá ég að byrja bara á því að spyrja þig auðvitað af því þú búin að vera svo lengi frammi. Já. Fyrsta spurningin, hún hljómaði svona: hvenær skammastu þín fyrir Ödda þá? Fyrir Ödda, já. Ég myndi halda að það væri þegar ég hitti frækt fólk og ég myndi, ef ég ætti að skjóta, ef ég þurfti að vera nákvæmur, þá er örugglega þegar ég áttaði mig á því á einhverjum flugvelli að þetta væri söngvarinn í hljómsveitinni Blue. Byrju, varst það að hlera það? Nei, ég sver Ok, söngvarinn Blue kom ekki fram. Nei. En þetta er hárréttjáður, þegar að þú hittir fræga þá væri Sveppi til ég að bara láta Jörn að gleypa sig. Já, menn, ég þurfti ekki að vera fram með það, hann hefur sagt mér þetta nokkur sinni. En sko, það kom að það fram samt nöfn, sko. Já, Gus Hansen, já. Og hann hérna Ryan Jackson. Sven-Göran Eriksson. Já, mannstöður á flugvöllinu. Já, hræðilegt. Skrítið að hitta, hlaupa á einhvern Sven. Já, ég rætti þetta nú en daginn bara í þættinum hér eða blöðkastinu að þetta eitthvað vandamál hjá mér. Það bara óþægilegt að hlaupa á einhvern Sven. Ég skammast mér nekkert fyrir þetta. Nei, þú getur, en þú svo náttúrulega líka Sveppi skammast sín. En svo líka þú opnaði gluggan. Já, en manstu þú opnaði gluggan líka og öskraði Keanu Reeves. Það var Íris sem bendi mér á þetta. Nei, hann átti ekki gluggan. Nei, ég hljóp til hans. Íris sagði bara, herru, þetta er Keanu Reeves þarna. Ég bara þegiðu og hljóp út. Hljóps bara út á þess að hugsa. Íris sagði ekki þetta er Keanu Reeves af því Íris mundi ekki hvað hann hét. Já, hún sagði hann er pottet ykkur frægur. Sérðu gæjan fyrir aftæði? Já, í bíli sem er fyrir nattæði. Herru, ok, það er punktur á mig. Þá spyr ég því Sveppi því sama. Hvenær skammaðist Öddi sín fyrir þig? Ég veit það nú ekki. Ég held að það væri miklu meiri líkur á því að Öddi myndi skamma sín fyrir mig heldur en ég fyrir hann. Já, þetta var ekki. Ég veit ekki að skamma sín ekki bara þegar ég er fullur og tek rangar ákvarðanir og ger eitthvað í svona fyrirvísrugli þegar
fólk að taka myndir af mér og síman og hann að beða fólk að ekki gera það. Þetta er nánast rétt hjá hann Já, þú áttir að til í að taka, mástu þegar Sambúka-staupið var vinsælt. Þá stundum áttir að til að panta Sambúka, kveiki, límað á raskinin á þér. Það var geggjað, Þá fór ég, hvað hétt hann, Celtic Pride eitthvað staður Celtic Cross, ég tók síman af öllum og eitti vídjón. Það er geggjaður staður. Það var agal. Herru, drengir, þetta er sko, málið það, þú varst bara helviti volgur þetta Sveppi, þú veist, en þetta er díteilaðara svar, þetta er þegar að Nú, það er eitthvað atvik. Já, þetta er samt ekki, ég sagði, ég skammast mér sem ekki fyrir það, mér það bara fyndi, en veist, það var þegar Jón Ásgeir, við vorum að fara inn á skemmtistæðin og þú máttir ekki fara inn. Það var gegn. Mér lákaði svo að kíkja. Það er nú, við höfum oft lent í þeirri stöðu. Já, kannski þú Svíþjóð grenja mig inn, því að ég er orðinn glasur. En hann færilega rétt fyrir þetta, því að hann sagði að það væri tengt þegar hann væri fullur. Það þarf að gefa hann stig. Þá er 1-1, drengir. Þetta hefur aldrei gerst á þér að staðan sé 1-1 eftir fyrstu spurningu. Báðum er rétt. Ég held náttúrulega við þekkjum hvort annan betur en þú og Egill. Bara 100%. Herru, hvaða eiginleika auðvitað myndur þú vilja hafa, Sveppi? Byrjum með þér. Nei, þá hvaða eiginleika Sveppa vildi þú átt að svara Sveppa og svara hvað ég svaraði? Já, fyrirgefðu. Hvaða eiginleika frá þér langar mig í? Ég held að eiginleikin sem að Öddi myndi vilja hafa sem ég er að vera drullu sama. Það er bara hárrétt. Það er hárrétt. Ég með þess að þetta var orðrétt. Málega, veistu hvað, ég held að þið séu bara búinir með of mörg trúnó. Þið eru búinir með of margar rauðinslöskur, allt á seint heima hjá öðrum ykkar. Sjáum til, ok, það er allavega 2-1 verið Sveppa núna. Öddi, ég spyr bara þig að þið sama. Hvað er eiginleika? Ég hugsa, sko, ég myndi alltaf að veri skipulag í fjölmiðlum. Skipulag, ég veit það ekki samt. Skipulag, já. Hvaða eiginleika myndi Sveppi? Já, sko, því að Sveppi er duglegur þá hann getur verið. Ok, ég ætla að segja dugnaður. Dugnaður, er það ekki? Það er hárrétt hér. Ég ætla ekki að það er rétt kortir. Ég passaði mig á að sína engin svipri. Nei, ég sá það. Ég er ekki að hinta neitt. Af því að, sko, ég vildi ekki segja metnaður því að þú ert metnaðarfullur. En já, ég sagði svona. Ok, Auðvitað, ég ætla að spyrja það strax. Það er 22, ég ætla að spyrja þið strax aftur. Hver er styrklingin að Sveppa í beddanum? Vandaður. Nú er þetta flókið. Við hefum ekki farið út í þetta. Nei. En það væri það skrítið. Mér finnst ólíklegt að þið hefur verið komnir í raut og verið að ræða þetta ykkur stað. Þetta er bara. Ég myndi segja bara Stamínan. Nei, ég myndi segja bara bara hvað er graður? Ég myndi segja bara hvað er graður? Hvað er graður? Já, hann sé alltaf til. Hann sé alltaf til. Nei, já, Sveppi nú bara svona meðal maður í þessu. Nei, má ég svara minni? Þú ert spyrillin. Þetta er ekki rétt. Ok. Þetta er ekki rétt. Ok. Rétt svar var Auðun Blöndal. Ertu klár? Ertu klár? Já. Konan er alltaf í fyrsta sæti. Hún gengur fyrir. Guð mig góður. Ok. Þið grunnaði þetta ekki? Nei. Já, ég meina Sveppi. Ég hef getað svara 500 spurningum áður ég hendi þetta. Já, mér grunnaði þannig. Þetta var einlægt svar. Sveppi, ég spyr það sem að hver er styrklingins blöð í rúminu? Ég myndi halda að það væri hvaðan dugir lengi. Já, stamínan. Er það stamínan? Ég veit að ég ekki. Af því að þú sagði stamín á þann. Ég fór að hlæja. En ég hló bara að kurteisi sögum. Ég vissi ekki hvað þetta meina. Nei, ég held að sé, er það ekki endingin eða? Já, það er að vera með stamínu. Það er ekki rétt. Hann er alltaf klár bara. Hann er alltaf ready. Bara hvena sem Ég held að það væri það sama hjá þér. Við erum bara alltaf til einhvern veginn. Það hefur ekki verið minn styrkleiki hingað til í mínu hjónabandi að vera alltaf klár. Það getur pirrað hinn 50% inn í sambandinu, sko. Það er eiginlega löstur. Já. Það er það. Hey, ástu mín, það er engin heima. Æ, please. Það er engin heima í 20 mín. Please, láttu mig í friði. Þú sagðir eitthvað við mig. Þú sægir átt á konunni og hún var í hrættum. Já. Það er engin heim í 20 mínútur. Æ, please. Það er ok, það er 20 ennþá. Já, heyrðu, hvað er að síðasta sem þú myndi, hvað er að síðasta sem Sveppi myndi gera, veitir? Í lífinu. Ég held að geta þetta ekki, því ég fekk ekki alveg, náðu ekki. Nei, þetta er bara, ég held að geta þetta er erfitt. Síðast að myndi gera að vera hægt að draka. Nei, það er ekki rétt að það væri að leiki homaklámi.
ok Þetta er svolítið random Já, Sem að kemur auðvitað á óvart Já, ok. þetta er einu vinnum sem reyndi að sjúga mig sko Það kemur þetta með bíl og Það er nú bara sönsa Herru, það var akkurat öfut seppi hvað er að síðast sem auðvitað myndi gera í lífinu Síðast spurningin Það er 3-3 eða ekki? Nei, það er 3-2 En þarna var ég náttúrulega líka að tala veist, maður á að hugsta þannig, veist, náttúrulega síðast sem myndi gera kannski að vera kveiki í sér eða eitthvað, það er maður segja það ekki, bara þetta er svona þegar þú segir að síðast sem myndi gera Drengi, það er jafntefli, það er 2-2 Seppi, þú Já. gæti klárað Hann getur unnið þetta, Þú ef hann getur svarar unnið þessu rétt. Já, hvað er að síðast sem auðvitað myndi gera í lífinu? Þú getur unnið Flýtti aftur á Sauðárkrók Það er ok. Gerir það bara næstari sko Nei, það er fyrst mér ólíklegt En það er að skipta lið í ensku Já, síðast akkurat Síðasta ég skil Ég myndi aldrei hægt að halda með United nei, Við skuldum auglýsingar og það fyrir löngu 2-2, var þetta ekki bara stórmeistar í aðtefli? Þetta var rosalegt. Það var frábært Vá, Það var maður. bara hressandi, sveinu það Þetta er Hugo með Hvíl í friði Það er að hlusta hér á FN95 blöð Sverri Þór Sverrisson er gestastjórnundinni hérna með okkur í dag og stendur sig eins og, já, svetja eða kúkur Takk En við vorum að spæja að róða hans niður og fara í sturla staðrendir sem að komast ekki að síðast að þetta nýja þar síðast þetta Viltasti liður FN95 blöð Já, það er fólk að segja það Já, og þetta er eini liðurinn sem fólk lærir eitthvað í Já, ég myndi nú segja að fólk hafi lært hellingum ykkur þetta rétt á þann Já, en ekkert sem að getur nýtt sér Nei, Þú svo sem ekki getur nýtt er hluti sem þú heyrir í stjórnum samt Nei, ekki Veistu hvað Þú það alveg Hvað meinar þú? Að bíflugur sjá ekki og eitthvað svona? Þú ert að skera lauk, verður með tyggjó og grætur ekki, það var stjórnlu staðarind fullt af fólki sem við sendað með takk fyrir þetta Aha. Já, ekkert fullt, 2 Já, fólk var sendt á þig bara, herðu, ég Já. fekk mig tyggja á hann menn ég var að skera lauk fyrir pulsurnar og svín virkaði Já, Tvillig liður og ruggla maður Já, herðu, það stjórnlar eru tilbúnir Ég reyndi að velja bara svona skemmtilegar já, Númerabirtir eða caller ID þrefaldaðist í Bandaríkjunum eftir að myndin Scream var frumsýndar 1996 Það var náttúrulega ekki komið gemsar og svona Já Funni varst eftir Scream Já, geggjum Það var alltaf verið að ringja og vissi ekki hvað var á línni Já. Þannig að bara út einni bíómynd og þrefaldaði salan á caller ID Bíddu, Svona númerabirti Þú veist, var númerabirtin þarna á þessum tíma? Var þetta eitthvað sem þú tengdi bara við heimasíman? Já, þú gast verið með númerabirtir á heimasímanin Já Einmitt Já, kannski ekkert besta styrla en já, En herðu Simsvari, hann kom aldrei neitt til Íslands að viti Nei, en hann var alltaf hjút í Er það? Bandaríkjunum Jú, við vorum með símsvara heima Í alvegni Pappi kefti símsvara í Ameríku og það var bara við tölum inn og hann Já, hæ, þetta er fjölskyldan hérna í Og öll Eyjabakka. saman í fjölskyldunni Nei, ég fekk að tala Í alvegni Og Símsvari, þetta er svo- 1990 kannski Og 92 svo komst þú bara heim og fyrsta sem þú gerði var að íta á dýr og það var bara eitthvað vinun að ringja og Já, eitthvað einhver skilabóð En það var, þú veist, var aldrei neitt Þetta var, Mér langaði svo í þetta já, þetta er eitthvað töff sko Já Koma heim og hlusta bara, herru, hver er búin að vera að tjekka Já, líka en þetta er bara svona eins og með tölvupósti minn sko Ég fæ aldrei tölvupóst sko Ég skil ekki ekkur ég er með netfang Í alvegni Ég er alltaf að fá Já, e-mail ég fæ svolítið mikið Já, að það yfirleitt þegar ég fæ e-mail þá var það eitthvað vesen sko Getur þú komið eitthvað svona En hvernig var kveðið að ná símsvaran? Hæ, þetta er fjölskyldan í Eyjabakka 9 Við erum ekki heim eins og staðan Endilega skildi þetta skilabóð Herðu, veit hvað, ég er að spáði að fá mér heimasíma og svona, símsvara kerfi Það er retro Ég er ekki eins og með heimasíma Nei, Ekki heldur. það er engin með það sko Nei, nei Næsta, þetta finnst mér áhugavert og einhvað sem ég var til í að prófa bara, ég finn, veist, ef við verðum í 70 mínútur núna þá hefur alltaf farið í þetta Ok. Skákbox er íþrótt þar sem að skipst á lotum í tabli og boxi Já. og klárast er annarkvort er mátaður eða rótaður Þetta veit ég, að því að ég var næstuði farin þangað í Steindarkon-seríunni En ég þorði ekki að fara Þetta er þangað geggjað Ég eiginlega þorði ekki bara í þetta því að ég veit að ég hefði bara orðið rótaður Ekki nema þú sér góður í skák Já, en Sveppi, Ég er manstu, fínn í skák. Við vorum alltaf að tefla Já, já. og við höfum boxað tvisvar Já. Nú við þyrstum eiginlega bara saman þetta einhvern Já, taka skák og box Já. Já. Ég þurfti að vera fljótur að máta þig af því að þú ert sterkar en ég Já, þú ert betri en ég er skák, þannig að þetta verður mjög jæmt Já, Ég hef með 1400 elo stigi á netinu Á netinu, já Já, flott Ég veit ekki eins og hvað elústig er Þannig. Næsta er geimstöðin er á stærð Já, geimstöðin uppi Já, Uppi hérna upp á fjóruðu Já, veitingastæðurinn hérna Nei, geimstöðin uppi geimnum Já. Mér fannst þetta pínu áhugavert, kannski er þetta bara ég En hún er á stærð við fótboltavöll Þannig að svona fólk átti að sagði hversu stórt þetta er Já. Þegar þú horfir hérna á Laugardalsvöllin mér finnst það eiginlega ekki það Geimstöðin er jafn stórt stór Ekki, það er haldið að vera stærri Ég held En að þú vera miklu Nei, minni ég hef alltaf bara haldið að hún væri minni sko. Já, Ég- Geimstu, hvað fer þetta fram? Ég meina, þú fer þetta Það er verið að það eru veitingastæðir hérna Nei, ég meina, þú- Svo er fólk að fara í keilu ég veit alveg að fólk er ekki keilu upp á þar En ég er að segja Hvernig Svífa Ok, kúlurnar. geimstöðin Já, Hún er upp út í geim
Væntanlega. rétt hjá þér. Já. Til hamingju. Það er Ég veit, ekki að já, gerast hérna. en svo fer maður í gameskip þangað Nei, þú flýr bara, þú hjólar okkar. Já, en Nei, þú akkur verður í games. En akkur finnst ykkur svona ólíklegt á hérna gameskipið þarf að geta lent ykkur staðar Já, já. Nei, Þetta er alveg. hún lendir ekki, þú tengist. og tengi, já Það er ekki bara braut sem að gameskipi kemur upp og lendir. Akkur finnst Mér þér líður eins og sé eins og að tala ég við sé- bara eitthvað úrlík. Líður eins og ég sé svo heimskur sko Já, ég held að- Helstu bara að gamefarið myndi lenda, það bara flýgur upp og það tengist. Maður spyrir ykkur einu Ég og Sigrún vorum að tala um þetta heim daginn Geimstöðina? Nei, ekki geimstöð, við tölum ekki geimstöð Þetta tengi, en þetta við vorum með bíflugur Það var eitthvað bífluga sem rattaði inn Með 5 augu. Já, jésús Þú vissum það ekki. Já, herru, hætti ekki upp á að hafi komið fram hérna eitthvað bífluga í umræðinni Herru, það sem ég er að segja er basically Við skiljum ekki alveg því að það deyja á veturnar Og svo koma þar á sumrin Já. Já. Hvernig? Hvað Við meina? vorum að ræða þetta Vá, hvað ég hefði viljað vera akkurat fluga á vegg. Nei, ég veit þetta hljómar ógstlega heimskulega En það er, þú veist, ég meina Bíflugur þetta deyja Þær eru bara að fara í hýði. Fara í hýði, fara eða búið sitt bara. Fara í hvað hýði? Fara í dvala. og Já, þær eru með já, bíflugna bú. Nei, og það eru er bara það sem ég er að spyrja um Það er ekki þannig Heldur það sé eitthvað bíflugna bú í desember Hvað úti í veist þú að garði? þú varst að segja þið vissu ekki? Nei, Þá verður þú þá að segja nei. Nei, við vitum þetta ekki heldur þrýr Nei, nei, þetta er Mér finnst það líklegt. Nei, það er Nei, rétt. Ég við veit vitum þetta ekki Hvað verður um þær og af hverju koma þær alltaf aftur? Hvernig koma þær aftur? Það er bara hiti þegar það Já, kemur smá hvað, hiti. lifnar þá einhver við? Já, bara saman eins og með Skilji blóm eftir vaksa eitthvað. og Já. það verður eitthvað til og Já, þá- hvað verður til? Þegar Þá blómið vakna deyr, það kemur flugurnar. nýtt. Tvær bíflugur þurfa að hefði sex til að koma með aðra Það er ekki? bara ekkert víst. Nei, ég er bara að spáði, þú veist Hvar kemur fyrsta ef Ég allir myndi eru að giska döður? úr búinu. Úr búinu? Það eru alltaf döður í búinu Þú Hvenær veist það ekki? Nei, þannig að það Ég eru vil labba inn í bú. Þannig að þú meinar að séu hýði alveg í 4-5 Já, mánuði eða einhver Já. ekki, hætti að láta okkur ræða þetta. Já, því að við vitum þetta ekki Nei, nei. 84% af þeim sem gerast vegan byrja að borða kjöt eftir cirka 1 ár. Þannig að samkvæmt þessu þá er 84% sem að endast í ár. Vá. Það er ekki mikið Nei, mér finnst þetta helviti hátala. Af því að Jú, sko það er bara mikið. Það er, þú veist, 100 manns verða vegan, 84 er hætta við eftir ár. Já, mér finnst þetta hátala. Já, já, já. mjög hátala Þú veist, það er ekki lengi sem fólk þraukar í þessu Já, ég hef oft verið að rakka niður vegan en eftir að þeir, við það er náttúrulega einhverju landsliðskokkar hérna í fyrirtækinu. Mér finnst veganmaturinn uppi alltaf geggjaður. Já, En já. ég gæti alveg verið vegan Já. ef ég verð með svona góðan kokk. Já, já. En Ég maður held er bara að- svo vanafastur. Ég Það veit. er eitthvað svoleiðis bara Ég get ekki verið vegan um jólin. En veitir hvað, svo er það líka þannig að ég held að maður miklu þetta, þú veist, mér finnst þetta að vera svo mikið vesen Í haustum að mér er þetta vesen að því ég get bara sett kjöt á grill og borða það eða eitthvað Mér finnst eins og ég þurfa að vera sett í 2 hnetusteikina inn á klukkutíma grill. að búa til einhvern dreikarétt Já, nei. En þeir eru örugglega bara að opna einhverja baunadós og Fox neitaði South Park því að þeir vildu ekki því að hérna Trey Parker og Matt Stone vildu ekki taka út talandi kúk en sáu svo eftir því að þetta var stærsta seria Comedy Central frá upphafi og Fox er með Simpsons þannig að það er svona leiði beint við að þeir myndu taka South Park líka Já. en þeir börðust fyrir því að þeir myndu taka út hérna, kúkin sem talaði Já. þeir neitu og fóru á Comedy Central Vá, Já. vel gert. svona einhver fundur það sem herðu en ekki bara taka út kúkin þá er allir sáttir nei, við viljum ekki taka út Já, við talandi getum kúkin ekki stoppað þar, sko. Þeir vissu líka alveg að ef þau myndu taka út kúkin Þá væri þeir að fara að hefur það að fara að reitskoða restina bara rest of their lives Það er sko. góður punktur. Það var þetta farið. Samkvæmt The University of Kansas tekur það 200 klukkutíma saman að verða bestu vinnir. Hvað segir þau? Samkvæmt The University of Kansas, það gerir eitthvað rannsókn Já. að þá tekur það 200 klukkutíma saman að verða bestu vinnir. Þú ert að vera búin að eyða 200 klukkustundum í sömu manneskinu til að hún geti orðið besti vinnir. Það er bara rúmlega vika. Það er voðalega lítill tími Já, meinar þau eru bara saman í viku. Já, ég meina það eru 24 tímar í sólarring. Þú ert ekki Það að eru monta 100 það góður í klukkutímar stærðfræði sko. það eru 100 klukkutímar í 4 dögum basically. Það Þannig að 8 dagar. Það þýðir bara að þú myndir labba núna út á Söðurlandsbraut fara með ókunnugu manni bara til Tenerife í viku og þeir eru bestu vinni bara fyrir life Nei, það er basically verið að tala um bara að þú kynnist einhverjum þú ert ekkert með honum alla vikun alla Nei. sólarhengin Já. að þið kannski hittist í 3 tíma og svo næst hittist í 5 tíma og eftir svona 200 tíma þá getur við rótið besti vinnir Ég hefði haldið þetta væri samt alveg Það er náttúrulega að fíla mannenskuna sko Já, ég hefði haldið þetta væri kannski samt alveg svona 6-7 sunum meira Já, svo er það síðasta 40% fólks trúur á drauga 40%? Já, það er helviti hátala Já, það er Þetta rosalega getur líka, hátala er þetta ekki bara fokkin kjaftaði, sko. Já, menna þetta sé hrossaskíturinn Já Trúið þið á drauga? Nei, trú á drauga Ekki það trú á drauga, þetta er bara, það er ekki til. Er ekki til Hvað með að trúa á þá? Það er fólk sem hefur séð á Hvernig? Bara eins og Casper, the friendly ghost. Nei, meira svona vofa eða eitthvað svona Hvað
Hvað heldur að fólk að bara sé vofur? Já, fullt af fólki. Já, nei, það er ekki þannig. Ég trúi ekki endilega drauga, en ég trúi þeim sem hafa séð þá. Ég trúi frekar á geimverur sko. Ég trúi það alveg eru til geimverur. Ég veist hvað, ég trúi líka alveg því fólki. Þú trúir náttúrulega ekki eins og á JC. Nei, ég trúi fólki. Þú trúir ekki á neitt nema sjálfa þig. Veistu hvað, ég trúi fólki sem heldur að við sé draug. Já, en myndirna sem hafa náðst Veistu hvað við? Ég nenni ekki að fara út í sömbræð. Þetta var rétt að sveppa. Hvert þú að googla ykkur að myndir Þetta var hrossaskíturinn. Þetta var hrossaskíturinn. Ég glemdi hrossaskít og bjóð til eitthvað þetta í restina. 40%. Já, það var svolítið hátt. Helviti. F957, F95 blöð og það er komið að stórri stund dagskaraliður sem hefur ekki verið lengi í F95 blöð. Nei. Við erum á leiðin í hitakleðan, Sabi. Ég get ekki hitakleða síðan 2010. Það er orðið, já, þannig við byrjum 2011 sem við erum í hitakleðan. Já. En það er, já, þetta er maður sem er alveg til að öskra hans á. Man of the hour. Þó mér þykir vænt hann. Það er Þórólfur, hvað er hann ekki, Guðnason? Það skipt engum máli hver svona hann er. Hann heitir bara Þórólfur og hann er bara einn Þórólfur. Og já, við ætlum að ringi hann og... Það er ýmislegt sem er hægt að spyrja Þórólf að. Já, þetta grínast. Það er bara hellingur. Ert þú tilbúin? Já, ég er klár. Hvað er í stellingar? Átta mann fílun að heyra það. Já, ég er tilbúin. Þórólfur, nú ringi við þig. Halló, Er það Þórólfur? það er hann. Komdu sæll og ertu velkomin í hitakleðan. Takk fyrir það. Heyrðu Þórólfur, fyrsta spurning. Af hverju er þessi veira ennþá í gangi? Af því að hún á hvergi heima annar staðar en hér bara. Það er ekki svar. Svaraðu svo maður! Já, þetta er bara þannig, hvert á hún að fara? Af hverju þurfum við alltaf að vera með þessa grímur? Það er allir hverju með hundleina á þessu Þórólfur. Nei, ekki, nei, Það er ekki víst. nærði því allir. Farðu bara út í búð og sjáðu hvernig fólk er það nýtið sín best með grímuna. Hvernig getur þú sofið eftir að hafa rústa þjóðhátíð? Segðu okkur það. Já, það er Við vorum með nýtt lag! Já, það er svo leiðilegt á þjóðhátíð. Það er besta skemmtir heimi. Ég var að spyrja þér Þórólfur, hatar þú skemmtikrafta landsins? Nei, Hvernig fáum við að fara aftur á svið? þeir eru frábæri. Hætt að tala ekki kringur hlutina! Hvenær megum við gigga? Þeir eru mismunandi góðir, skemmtikraftar. Færðu eitthvað kikk út úr þessum fréttamannafunduðinum? Ertu athyglisjúkur? Nei. Þú lýgur! Af hverju hatar þú Kára Stefánsson? Ég hata hann ekki, hann er fóstbróður minn. Þetta er víst! Þú varst að segja þig við hvað þú hataðir hann! Nei, Hvenær verður allt eðlilegt aftur? Sóttólfur! Hvenær verður allt eðlilegt aftur? Það verður, þetta er bara mjög eðlilegt. Er þetta bara? Tala eins og maður! Bergbólar ég! Á ég að láta bólusetja 15 ára sonn minn? Já. Þetta er eitur í blóði! Nei, þetta bjargar öllum. Þetta er ekki svör! Færðu eitthvað kikk út í því að láta fólk vera í sótkví? Sóttólfur! Já. Hvað er svona gaman við það? Það er bara mjög gaman við það vegna þess að það hjálpar til við... Af hverju má fólk fara fótboltaleik í Danmörku og London en ekki á Íslandi? Vegna þess að Svaraðu! það komu svo margir frá London með veiruna frá Wembley. Þú hefur það í kringum hlutina! Hefur þú farið í sótkví? Ég hef farið, já, ég hef farið sótkví. Þú ert að ljúga þessu! Ég fór Hættu að ljúga mjöstundum! Jæja, þetta var hitakleðu dagsins. Takk fyrir þetta Þórólfur. Já, takk fyrir þetta og hafa það gott í dag. Já, bara sömuleiðis og hafið það gott bara. Ok, takk fyrir. Herðu, já, við fengum ímisvör hérna við þessna ymsu spurningum. Já, hann talaði svolítið í kringum hlutina. Já, og það er það sem hann gerir! Þetta var hitaklefi dagsins. FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Það er hárið, það er Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllin sem færaðir FN 95 Blu. Talandi Keiluhöllina, ég var í Keilu síðust helgi og djöfull var það gaman. Króksara keila. Það var Króksara Keila. Herru, Ég bólaði 150 að meðaltali, 2 leikir. Já, ok. Það er Ekki að tilkynna það sko. Já, það er Já, rosalega. ég er mjög stoltur að ég var ekki búin að fara í 2 ári í Keilu eða eitthvað. En hvað, var þetta ekki bara sama gamla? Bara Kárugi, Keilabíla? Boccia og Keila? Það er reyndar karaoke klikkaði. Bon Jovi á fónum. Svo var þetta bara helviti næs. Og lítill ferðabíl sem fer á milli. Já, það var eitt þannig, einhver kampænsbíl sem kom og sót okkur. Er það? Þetta ég dýrka landsbyðina sko. Já, það málið er það djamma, það er ekki til neitt
gengi sem djamar eins og króksar gengi sko. Þetta er alveg gengi sko. En það bara skammast í mín ekkert fyrir það. Nei, þið kunnið að djama, það er ekki skammast ekkert fyrir það. Nei, en sko, hvað varst að væla Herru, augljósara? já, augljósar, það er komin tíma á augljósar spurningar. Þú ert búin að reyna þetta núna í 4 vikur. Já, þú ert alltaf einhvern veginn að tefja þetta. Nú er bara komin tíma á þetta. Ég hef aldrei stoppað þetta. Nei, bara tími rennur út. Ég hef aldrei verið spenntari. Ég veit að sko Sveppi hefur bara gaman að þessu. Já, En ég hef aldrei heilt þetta augljósa spurningar. Nei, Hann þetta er endar aldrei verið. alltaf áinni. Nú, þetta hefur aldrei verið. Nei, Hann er alltaf endað á augljósar spurningu. Það er alltaf ein augljós spurning sko. En núna eru 5 augljósa spurningar. Viltu betta henn undir? Já takk, Mr. Selfridge. Hann er komin reyna. Þú verður að hafa hann hátt. Já, hann er bara jafn hátt og viður núna. Já, aðeins herra. Bara, hann spilar stórt hlutverk í þessu. Já. Það er bara upp á stemmaran. Ok. Eru þið klárir það? Já, betur, eru það við báðir? Nei, Þú ert að spyrja mig. já, þetta er sko, mér sýnist þetta bara, já, þú veist, þetta er bara þig. Ok. Er það ekki? Jú. En Sveppi, þú ert bara Ég er á þú veist, kantinum. Við getum rætt þetta á. Já, hvað heldur þú? Rætti þetta sem ekki kjátt það, sko. Bombaði þetta. Já, ok. Ok, eru þið klárir? Já. Ok, þá komið að, ok, þá er það augljósar Það er eins og þú sért eitthvað sjálfur yfir en þetta. Nei, ég bara seti mikið Já. Þá komið að augljósum spurningum dagsins. Ok. Fyrsta spurning, Já. hún hljóma svona: hvað er rautt í framann og gefur frá sér óhljóð? Hvað er rautt í framan og gefur frá sér óhljóð? Já, En byrju þetta að vera augljóst? já. Augljós Augljós spurning. Já, grenjandi krakki? Nei, það er ekki rétt. Hvað það? Þá var þetta ekki það augljóst. Viltu gíska meira? Nei, feskur. Pappiðin að lifta þungum kassa. Jésus, hvað er það? Fokka þetta liðlega. Akkur þetta hlæja þessu? Þá verður hann rauður. En það er ekki vist að koma einhver óhljóður úr hún. Ef hann er að flytja eða eitthvað, þá gerir hann svona, þú veist, þá liftar hann kassanum eða það er vikt í honum og alls konar þú hefur aldrei séð- úr eldhúsinu. Þú er aldrei séð pappa með lifta kassa? Nei, ef hann liftir þungu kassa, ef hann hjálpa vinni sem að flytja, Sko, ég held að það er svolítið margsetni í þessu liða því þetta átti alltaf að vera mjög augljóst. Þetta er augljóst. Já, þú veist ekki eins og hvort það kom með óhljóð og pappa minni þegar hann lifti kassa. Þetta kemur óhljóðurnum. Þú veist ekki það. Hann gerir svona Er þetta óhljóð? Já, já, smá svona hljóði líka hann. Já. Önnur augljós spurning, hún hljóma svona: Já, þetta er allt spurningar. já, hver er munurinn á pappaðinum og ruslabíl? Hver er munurinn á pappa mínum og ruslabíl? Já, Þessi er þetta hefi. Hefi, samt augljós. Þetta er svo. hver er munurinn? Það er ekki dekk á pappa. Hæ? Það er ekki dekk á pappa mínum. Það er hár rétt. Í alveg. Pappiðin er ekki með. Þetta er fyrsta stund sem ég giska rétt í þessu kjafta. Pappiðin Hann breytir ofta svörunum, Heyrðu, sko. pappiðin Já. er ekki með dekk, heldur lappir. Já. Ég hef aldrei svarað rétt í Þú þessu. svaraði rétt. Þú er alltaf breytt svarinu bara. Til hamingju. Já, ok. Eitt. Það var ég aðeins meira Þú til í kom með þetta. eitt stig. Á, geggjað. Hvað er beislitað með rana og sólgleruðu? Hvað er beisleita með rana og sólgleru? Já, Hvað er það að tala bara fyll? það er pappiðin að taka fílinn. Hvað? Það er rétt. Jæja. Það er tvö rétt. Farðu nú að láta pappa með mér í þessu. Nei, þá segir Og hann- svörun eitthvað tengt pappa. Nei, þá setur hann, þegar pappið tekur fílinn sem er beislitað, það setur hann sólgleru efst Já. á tippið, þá er raninn tippið Já. og hann tekur fílinn. Mér stela tippið bara er óþarfi beislitað. að blanda pappa í þetta ógeðið þitt. Já, Nei, þetta er ekki það- ógeð. það er ekkert- það er alls ekkert, sko. Hafið þið tekið fílinn sjálfur? Ég er með svo lítið tippi að ég næði það. Herru, hver Hvað er kallast það þá? Ég er svona meira svona eins og Taka rannan. dverghamstur með sólgleru. Hver er munurinn á pappaðinum og gömlu Hættu með pabba minn. Nei, já, þetta er síðast held ég Með pappaðinum og gömlu veiku hrossi Hver er byrjun að pappa og gömlu veikur hossi? Veiku hrossi sem er með hita Það er bara helviti mikið. Eins og hvað? Að Pappi er ekki með 4 lappir og ekki með fax og ekki langt handlit. Það er ekki það sem Nei. Það stendur ekki Ég er búin að gefa þér rétt að þú Já, gískar hvað er að leita? Ég get sýnt þér hvað stendur á mér eftir Nei, ég treysti þér. Það eru fax og lappir Já, og langt andlit. Langt andlind Why the long face? Það er ekki rétt Nei. Pappiðinn
hneggjar ekki. Já Með þess að Sveppi gæti ekki hlegið þessu Nei. En þú með tvo rétta. Það dó eitthvað inn í okkur öllum hann En það komið að 50. En akkur veikur hrossi, skiptið það máli? Akkur ekki bara það hrossi stendur Það er bara pappa sér alltaf veikur Nei, það stóð bara að væri eitthvað slaft. Já. En akkur þurfti að vera veikt Hneggjar alveg Ég líka. veit ég ekki maður. Nei. Hörru, 5. spurning. Síðasta spurningin. Já Hver er munurinn á mömmuðinni og pappaðinum? Það er endalust Já, eins og hvað? Já, pappi minn er með tippi en ekki mamma mín Það leita því það Ég er ekki með því. Pappi er með krullur en ekki mamma Kitty Brits með krullur? Já Kitty Brits er með krullur? Herru, komdu bara með svari Gefstu upp? Já Gefstu? Gefstu upp, ég hendi 4 svörum í þig Ertu hættur að giska? Já, Og ég segja þér þetta? endilega Ok Sem sagt Mamma þín er ekki alltaf að taka fílinn. Nei, þetta er stundið að kella fyrir þetta Þegar ég held þetta geti ekki orðið verra Ná, tókst hana FM 95 Blu í samstarfi við Túborg, Slippfélagið og Keiluhöllina. Slippfélagið, já Þá er það málingum. Get ég lappað það inn og sagt bara, hei, komdu með svartan. Það er litur, þannig að þú ættir ekki að keypta hann þar Áttu kvítan, Heyrðu, ég er að kókaði spá- kvítan á vegginn maður. Ég ætla að fá hér kókain hvítan og Það er enda að komir óvart þegar við vorum að kaupa málningu daginn, hvað þetta er mikið að hvítum Já. Þetta er ekki bara, þú kaupir ekki bara hvít Nei. pein hvít, málar hvít. Já, Alls bara konar hvít. Ég bara þegar ég fer og byggðum máli lit Já. þá segir ég bara, mér vantar hvítan. Sýndu mig 3 tegundir. Já, Ekki sína mig 15. sem er bara algengasta Já. Það er það kannski aðstæðanlegt að maður sé að elta á það Já, vera svona- hvít, þú vilt ekki vera með svona hvít eins og hérna í loftinu. Þú vilt hafa þetta kannski svona aðeins Kremað. Já, ég myndi bara aldrei sjá mun ef ég var hreinskilin Ég náttúrulega var að mála heima. Málaði sjálfur núna Ég bara, sko, sleipilega var ekki dott inn held ég. Ég allavega fór ekki og Já, fekk. þeir kom ekki á mála fyrir því, sko Nei, Þú þú bara keypt málningu eins ef ég verið að fara að mála í dag þá hefði ég nýtt mér að lappa inn í búin að heyrðu þið ekki hérna með okkur í þættinu maður. Ég lít nú að fá smá afslátt út af það. En það var En ekki þú alveg þarftir samt bara að þekkja einhvern málar og það farðu ekki að mála afslátt Já, ég er alltaf með málarafslátt eiginlega allstaðar af því að ég var málar í 5 ár. Já. Að ég bara með, hérna, ég fekk bara með kennitöluna Það Hannesar. málar náttúrulega húsið þitt sjálfur Ég málaði, já, ég fekk vin minn sem er málari til að koma að hjálpa mér með erfiða veggi sem ég Erfiða veggi? Já, það þurfti að hilspastla einhvern vegg og það er svolítið langt síðan ég Það var er ekkert mál að mála, sko. Það er allir undirbúningur Já, hann er leiðilegur Hann er leiðilegur, sko. Það er alveg gaman að vera með rúlluna, sko Já, það er piece of cake að rúlla vegg, sko. En maður svo leið og sólinn skín vittlust á þetta, þá sér maður einhverja helgibletti og... Svo líka bara svo gaman að vera, þú veist að ég drekk svona 15 bjóra með að mála 1 vegg. Já, ok. Þetta er snáðun fyrir mér. Þannig að þú ert að drekka og sniffa bara Ég er að mála, já, ég er að Það er náttúrulega ekki lykt að þessu En Það kemur alltaf málari til mín Já. sem ég ætla ekki að nefna nafn, sko. Nei. Og það fyrsta sem ég gerir þegar ég veit hann að koma, þá setur bjórin í ískap. Já. Það er okkar hlutverk, haldur alveg góð En þú veist að það er þannig, þú veist að líka þegar félagi minn kom og var að hjálpa mér, ég borga hann reyndar en hann var alveg, gaf mér fárlega góðan díl, hann var að hjálpa mér, þá kom hann og fyrsta sem hann gerði var bara að lappin í skáp, opna bjór, það var ekki eitthvað 8 bjór, Já. það var bara að gera krafa að væri nóg af bjór. Akkurat. Af því annars Eru nennir hann sig málara blöytir? ekki. Já, rennandi og flest allir innamenn sko. Þú veist, og sérstaklega sko. Þið tekst alltaf alhæfa að Hann heila hendi alveg bifvélavirkjum, smiðum, Já, pípurum og múrar. Algjörlega, ég meina þú veist, ef þú ert sko, þú veist, múrari sem er núna bara í einhverjum Hvaða stjætt haldið þessi blöytasta stjætt á landinu? Ég held að sé Leikarar? Já, það sé Nei, málið með leikara, sko, þeir eru alltaf að drekka þegar að Virkundum. þegar að hinir, sko, leikarar vinna þegar að fólk er í fríi. Já, Þeir aðrir aðrir djama. að drekka Já. já. Og svo reyna þeir að drekka kannski þegar Þannig að allir lítur kannski verð út að þeir Já, það er góð punktur Skilu, og veist, bankastarfsmenn drekka alveg jafn mikið, sko. Já, bankastarfsmenn eru vel blöytir Ég á 2 vinni sem vinni í banka og þeir hata ekki að fá sér sko Nei, það snýst allt um að fara í happy Væn og dæma Já, já taka Ná kúnnanum inn. vekklöns og- Já, þetta er svolítið svona. En talandi drengir að því vorum að tala hérna að sniffa málingu
En við vorum ekki að tala um þess að við værum í því. Nei, ég veit við erum ekkert í því. Hvað heldur ég sé að fara bara hérna Við vorum alltaf í tippexinni í Breiðholti. Hvað heldur ég sé að bara opna bara 10 lítra dollu og fara að þefa henni? Ég var að segja, málega það Tippexit, já, það er alveg dögt. Það er ekki með rítvileg. Nei, Tippexi bara geggja, sko. Já, tróða uðhulími inn í aðra nösuna og leggja sig. Nei, þegar ég var að mála, þetta er sönnsaga, þá vorum við að mála svo vikið, svo í dag er þetta allt bara orðið hvað segir maður, bara vassmáling. Þú veist, ef ekki vassmáling heldur ekki olíumáling, skilur þú veist, innimáling, skilur þetta er lyktarlaus máling, fattur Þessi auglýsingunum þar að setja nefið alveg upp að. Já, en þegar ég var að mála þá vorum við að mála svo mikið, þú veist, ég var að mála mikið af svona geimslum líka og utan á húsum og svona, þá var það olíumáling og hún er þannig að hún fyrir að lóana þér, þá ertu með hana bara alltaf út mánuðin, út með terpentínu á þér allan daginn að nutta þetta af og þetta er bara ógeðslega mikið lykt og svona og ég lendi því að ég var að mála ruslageimslu, þetta er bara algjörlega sönn saga og það var engin gluggar á henni og ég fór inn og ég var að mála gólfið grátt, þannig að ég fer alveg út í endan og mála mig út. Eðlilega, annars myndur þú málað út í hot. Já, það er bara hárrétt hér. Ég gerir það. Málið, en sniðum hugmynd hjá þér. Í stað fyrir að byrja á hurðinu og mála út í hot og býða um eitthvað þotna svo getur lappað yfir. Þetta er ekki Ég saga. mála mig út eins og við værum bara áhuga. sniðugt. Gjöfull ertu snjall málari. Ég mála mig út. Já, eðlilega. Ok, fyrsta Sem allir málar að gera. Já, fyrsta umferðin er komin Já. og ég sitt til að geta Ég ætla að klára vona að sagan sé ekki búið. til að geta klára að mála þetta og fara í næsta verkefni, þá setti ég hitablásara, lokaði og fór að gera eitthvað annað í 2 tíma eða eitthvað. Svo opnaði ég Og það er eðlilega hegðun. Já, og tók seinni umferðina. Já. Þá fór ég eftir alltaf að gera það sama. Svo vaknaði ég bara við að málarmeistarinn var að vekja mig. Þá bara leiði yfir mig út af bara olíulyktinni. Þú dauður að þenni bara. Nei, ekki Nei, dauður. bara Ég var bara að mála þetta og ég var með svona stóran breiðan pensilan. Ég var á hnjánum að mála þetta og svo Og svo bara leiði- svo var já. bara einhver að hrista mig bara, heyrðu, hérna, hvernig ertu gamli? Varst þú ekki með eitthvað gasröst líka og leiði við og mixt í þú eitthvað? Jú, það er allt unnum það. Hvað var það? Hvað er mikið með maður með þetta í þætti? Nei, ég Það var var í í vinnunni. Vegagerðinni. Líðið alltaf í kringum. Veitu hvað, varst í vegagerðinni að sniffa gasið það? Já, Og hvað mikst í þig? já. Já, þetta var samt eftir hádegi, sko. En- Já, þetta var ekki morgunin, það var ekki hugsað að versta. Klukkan var orðin 5 einhvers staðar. En hérna, við erum ekkert að mæla með þessu að Nei, vera olíumálar þetta rusla. var bara. Já, Jó, þetta var við hérna í FN, við mælum endilega með þessu. Já. Nei, ég er að segja, þú veist að við mælum ekki með því að fólk Og sé þá að er- mála ruslageymslur og sniffa gas ef við mögum Nei, alveg nei. ræði þetta, þú gerðist Alls þetta. Ég er bara að tala um eitthvað sem gerðist fyrir. Já, Og hvað það- gerðist? Hvað varst það að pæla? Það var bara svona, þetta var eitthvað svona sem að var í gangi, sko. Já, Fórstu heim eftir þetta? Eða hélstu bara áfram að vinna allir þessu land? Blöður? Já, ég kláraði daginn, sko. Kláraði Satt þetta í daginn. sandi? Ég er svo duglegur. setti klára daginn. Ég var að vinna í Gas og vegagerðinni leiði Ég var að vinna í vegagerðinni og það var gaskútur inn í hálfuskemmu og það var einhver gæi sem var að vinna þarna sem var 2 árum eldri en ég sem var að segja mér að anda sig gasi og ég bara prófaði það og það er náttúrulega sko Viðbjöður? Já, það er bara stór hættulegt sko. Já, þú mikst í þig. Þú bara getur drepið þig á 0-1 sko. Já, já. Hvaða Ég vitleysingur var að vinna með þér hann? Við hefum ekki Þú samt get me að, started, við skulum slaka, þú ert búin að keira sveppatífuna í gang, við erum ekki að fara í Já, gas. við erum ekki bara í hérna að taka sveppa í vegagerðinu og þetta, hvað sem þetta var. Hérna, herðu, það er svona nánast komið að lokum hér hjá okkur í dag. Hvað er sveppið? Þú ert nú svona gestastjórnandi, hvað er framöndina sem? Er þetta ekki í leik og svona fullu? Og... Heyrðu, það eru 2 sýningar á Kardimumbænum á morgun Já. 2 á sunnudaginn Þannig að Heyrðu, það er aldrei helgin sem fer í það sko. Hvernig, Já, leika. getur ekki Kósí. bóða okkur í leikhús? Jú, ég ætti nú að geta gert það sko. Já, sendu mig dagsendingu og ég mæti. Já, ég skal gera það sko. Þú Strákarnir með- mínir eru kannski ekki alveg konur aldur. Nei, þeir eru ekki alveg konir á. Þú gætir alveg tekið þetta. Það er Já. alveg mögulega gaman að þessu. Þú situr bara til enda og ef hann er með vesen þá ferur bara með hann út. Sko, hann myndi kannski hafa gaman að þessu, en það myndi engin annar hafa gaman að hafa hann. Hann myndi eðilega sýninguna fyrir öðrum. Er mikið lætið hann kannski? Nei, þú veist það, þetta er svo mikill söngur og læti að þú krakkar sitja bara og glápa á þetta. Já. Og ef að krakki með vesen, ég fór bara með krakkan mín í bí og bara eins á þess að við vorum með vesen og fór ég bara út. Svo þú- breyti bílinn, þið tóku upp í morgun, ég heyrði í Já, ykkur. það var rosa stuð. Já. Við Pétur förum alltaf einu sinni í viku á stað sko. Það er yndislegt. En hvernig er það fyrir venlegt fólk sem þekkir ekki aðal stjórnunum leikritinu eins og við, sem er þú? Þú ætlar að pantaði miða á þetta leikrit? Já. Færðu miða bara á þessu ári eða?
Er ekki bara að fresta svo mörgum sýningum að Jú, það við er erum erfitt? alltaf að sópa upp fólki sem kefti miða í fyrra sko. Þú veist, þetta er svona 100 sýningar, þetta er reisaleikri, þannig að þetta verður alveg bara heil lengi. Ég kefti Já, á Bubba í fyrra og ég er ennþá að byggja. Ég held að ég sé að fara En sko málið er það Bergþór sonur minn alltaf beðið mig að kaupa Bubba og bla bla bla, ég fór á netið og eitthvað svona það var vesen, það enda með ég fór bara upp í Borgarleikhús og talaði bara við mannesku og sagði bara, mér langar í leikhús, við erum 6 saman, hvenær kemst ég og ég þarf gott sæti og ég fekk bara gott sæti 27. september þannig að ef þú ætlar að fara í leikhús farðu bara niður í þjóðleikhús talaðu við einhverja konu í miðasölunni og Lemja græja borðið. þetta Bara það lemja verður að borðið. hanga á netinu og pæla eitthvað og ble og bla og Það fyrir töðuna mér að maður þarf að gera allt á netun í dag Já, Það er ég- ekki að ringt bara og panta flug með það Já, einmitt Líka bara, þú getur ekki hringt neitt. Ég þurfti að hringja bara hérna, upp á Keflavíkurflugvöll. Ég var bara í vesinum daginn, áður ég fóð til Tenerife, mástu. Já. Og ég þurfti nauðsynlega að ná í einhvern upp á flugvelli. Akkurri Af því ég bara varð að gera það. Okkur Akkurri þarf Af maður að því, hringja já. í einhvern á Keflavíkurflugvelli Af því að ég var bara í vesinni. Ég hef aldrei gert það, sko. Nei, Ég af því bara að- ferðast víða. Hvað varstu í vesinu Af með? því að klukkan var orðin meira en 6 Já. og allt lokað, allar stofnanir og ég var í COVID-vesinni, ég vissi ekki hvernig ég átt að fylla eitthvað út og hvað þetta var, ég skildi ekki neitt og var komin í raukt og allt í rugli. Þannig að ég reyndi að hringja upp á flugvöll. Það hlýtur einhver að svara. Líka náttúrulega bara einhver starfsmanni á Ísafja Nei, það hlýtur einhver vera bara svona, herru, nú eru 300 flugvélar að fljúga út allt í kvöld. Það hlýtur einhver að geta svara og bara maður sveifa, herru, þessi vél hérna eða til þess að fljúga, það er enginn. Það er ekki hægt að ná í neitt. Og ég held að allir á flugvöllum sem bara fegnir að þú náður ekki í gegn Ég var að störtlast yfir þessu, ég var bara að ringja bara í alls konar fólk í símaskránni bara sem er grunað að myndi vita eitthvað um þetta. Það er það komið að lokum í góða helgi kæru hlustendur við heyrumst á þriðjudan í blöggastinu fyrir ykkur sem er áskurundur af því annars bara næsta fösta og þá er Egill mættur aftur Sveppi, takk fyrir okkur Mín ánægja Gaman að hafa þig með maður Geggjað